fyrsti podcast þáttur sem ferði í sem gestur? Já, þetta fyrsta skipti sem ég viðmælandi. Ok, en nú ert þú með svona þátt á Instagram, T-vikunar. Jöp. Kallast þetta Instagram þáttur? Já, bara Instagram TV þáttur, já. Ok, hvað ég ætlaði að spyrja aðeins út í það? Ok. Það svona slúður og eitthvað. Já. Hefur þú mikinn áhuga á eitthvað svona fræga fólkinu? Sko, já, ég held að byrja allt bara, ég var náttúrulega lengi vel og ennþá að horfa á Keeping Up with the Kardashians. Þannig ég myndi segja, þú veist, þetta byrjaði svona með því að það alltaf ykkur sögur þær systur. En svo bara, þú veist, svo sko þetta byrjaði því að það kom upp skandall einmitt í þeirri fjölskyldu og ég fór eitthvað að segja frá því bara við vini mína á mínu Instagrami. Hvað skandall var það? Það var sérst þegar Tristan Thompson, sem NBA leikmaður. Já, hélt framhjá. Sko með sem sagt, stelpu sem var besta vinkona litlu systir Khloe. Þannig að þetta var svona mjög góður fjölskylduvinur. Ok. Þannig að þetta var mjög twisted, sko. Og hefur alveg svona geðveitt alvöru, svona gegan alvöru áhuga á þessu? Er þetta meira svona djók? Nei, bara í alvörinni, sko. Já, þér finnst það bara geðið skemmtilegt? Já, mér finnst það bara geðið skemmtilegt, sko. Annars væri ég ekki að þessu. Ég myndi ekki nenna, þú veist, ég get ekki verið að gera þetta vikulega ef ég væri bara svona, oh my god, þarf ég að tala um þetta. En þú þyrftir að útskýra af hverju finnst það skemmtilegt? Gætirðu gert það eða er þetta bara eitthvað, þér finnst það bara skemmtilegt? Ég held að sé forvitnin. Já. Þú veist, ég bara forvitin að því að, þú veist, það ekki neitalegt að þetta fólk skilur lifi bara í ykkur öðruvísi búblu en við gerum. Það bara á meiri peninga heldur en við flest. Það bara með aðra standard á lífinu og maður alltaf bara, þú veist, maður alltaf bara forvitin allt sem að þekkir ekki. Já, og sem að þekkir ekki. Og þú veist, eins og bara það var ekkert Twitter þráður í gangi hjá Chrissy Teigen sem gift sem sagt John Legend. Og hún var að tala eitthvað svona spyrja mig spurningar sem þau myndi vilja spyrja fræga fólkið. Og maður svona, ok. Og eitthvað spurði bara hvernig eru þau upp á flugvelli, þú veist, fara upp á venjulegan flugvelli eða bara eitthvað svona. Hún ekki, nei, á LAX er svona auka flugvell svona stöð fyrir fræga fólkið. Og maður svona, þetta vissi ég aldrei. Þetta er svo fjarri manni. Já, þetta er svo fjarri manni, en ég held að þetta sé forvitnin. Já, af því þetta fólk, eins og segir, það lifir eitthvað svona allt heima við. Já. Þá er svo mikið pening og við erum að tala um bara gigantískar upphæðir. Já. Maður getur ekki svona ímyndis þetta. Nei. Og það bara, þetta er bara svona sér heimur fyrir fræga fólki. Finnst þetta að vera svolítið svona, svona, sé eitthvað svona kóngafólk eða svona? Ég held að sé kóngafólk okkar tíma, sko. Já. Og ég líka, að því að þú veist, við erum í bíóblæri, ég var ekkert maður spurði svona samfélagsfræði eða, þú veist, ég man ekki alveg hvað áfengið var eitthvað í menntaskóla. Og við vorum látin horfa á Truman Show. Og svo vorum við í prófi, einhverju kaflaprófi. Og það var spurt, er Truman Show í gangi núna í heiminum? Skrítin spurning, þetta var skrítin kennari. Góð spurning samt. Já, og ég svona, ok, fór hugsa þetta bara í prófinu og svona, ég bara, já, 100%. Eins og sonur Kourtney Kardashian var bara fæddur með myndavél í andlitinu og hefur verið með hana síðan. Þannig ég bara, er hann ekki, þú veist, ég myndi segja hann bara Truman. Ég myndi segja það. Já. Og öll þeirra börn bara. Þannig að, þú veist, þetta er áhugavert. Já. Mér finnst það líka mjög áhugavert eins og þú hefur svo mikið áhuga á þessu. Já. Og að því auðvitað les maður alltaf eitthvað. Það er alltaf eitthvað slúður, vísi, DFF eða eitthvað og maður alltaf náttúrulega pínuforðin. Já. Þannig að mér finnst mjög gaman að þú bara gera heilan þátt þetta. Já. Þannig að, og þú svo varst að gera podcast líka. Já, fór að gera podcast með Binna, sko. Hvenær kemur það út? Það er bara rosalega góð spurning, sko. Okay. Við erum í rauninni bara að bíða við, erum búin að lóta inn þættinum á eitthvað sem kallast RSS feed og það þarf að samþykkt. Þannig að það er bara any day now, sko. Ok, þannig að ég gef þennan þátt út í næstu viku, þá kannski er hann komin út. Kannski, vonandi. Ok, geggjað. En þannig að þú ætlar með mér í dag. Já. Og þú heitir Birta. Birta Líf. Og ég er mjög spenntur að taka þennan þáttu upp. Já. Af því að við þekkjumst ekki neitt. Ekki neitt. Við erum að tala saman í fyrsta skipti núna. Já. Og við erum með svona 10 spurningar. Já. Þetta er svona þinn persónulega kvikmyndasmekk. Hvernig fannst þér að fylla þetta út? Mér fannst erfitt fyrst, sko. Þegar ég leita á þetta fyrst, þá var ég eitthvað svona 10 spurningar og svo var ég bara svona hef ég hort, maður fyrir bara svona í eitthvað svona hef ég hort á okkur að bíómyndi eins og maður verið búin að gleyma öllu þótt ég veit alveg, ég er mjög dugleg að horfa á bíómyndir þannig ég var svona, já, en maður þurfti bara að hugsa þetta. Já, þetta var ekki eitthvað sem maður gerði í flýti, sko. Nei, þetta er líka svona áskorun. Algjörlega. Þetta er svona, það er aðeins hugst öðruvísi. Algjörlega. Og það er líka misjant, þetta er svo ég er alveg rosalega kvikmyndanörd. Já. Þannig þegar ég horfa á eitthvað svona lista og ég alltaf samdi spurningarna sjálfur. Já. En þó að ég hef gert það, þá var ég samt alveg vandræð með 2-3 ár. Okay. Þannig að stundum þegar ég sé mér þessar spurningar, þá er ég ekki með svarið tilbúið. Nei, ok. En mér er þetta rosalega gaman. Já. Ég er rosalega gaman svona listum
og sérstaklega eins og þessi, þetta svona opið ég ekki að spyrja þið út í hvenær þessi mynd kom út eða hvaða leikar leikið þessari mynd þetta bara svona hvað fílað þú og ég mjög spenntur að heyra svörin að ég hef ekki teirt þau var einhver spurning sem var skemmtleri eða auðveldari eða erfiðar en aðrar? Þú veist nei, rauninni ekki þú veist, jú, það var ein spurning sem hún spurði með vampírumyndir ég vissi bara strax að vara við því að þess var bara engin bara enginn svo bara sorry og bara leita á spurningu ég bara nipp allir ekki svona nipp ekkert ok, þannig að þú segir bara no comment þar já, þegar hvað var spurningi var hver þín uppáhalds vampírumynd spurningi var hvað vampírumynd finnst þér alveg sturlu já, einmitt, það er bara enginn sko ok, hefur þú ekki séð hennar myndir eða ég hef alveg hort á þú veist Twilight og eitthvað þannig sko máli er að eitt af mínum uppáhalds bara svona movie category eru þessast hryllingsmyndir okay. og ég fíla það mjög mikið þótt að það kannski sýnist ekki alveg í svörunum sem ég skrifaði með þennan spurninglista en það samt þannig en þegar ég sko þegar hryllingsmyndir verða þannig að þetta orðið kom út í eitthvað svo mikið bull að þetta geti aldrei gerst að missi á hann þannig að þegar þessu vampírur þeir eru ekkit raunverulegar þá fílar það ekki nei. Ok að því ég horfa á þetta ég bara þetta geti aldrei gerst þú veist ég veit það líka þegar ég horfa á Avatar en þú veist, þú fattar hvað ég meina ég skil hvað við en þetta svona, ef þetta á að vera hryllings og þetta getur ekki gerst þá ég svona, ég líka alveg tekið eftir því, það misjandi eftir fólki já. Svona hvar það setur línuna þetta er svona í vinkonum mín, hún elskar alls konar myndir en hún getur ekki hort á eitthvað svona science fiction dot ef það ekki raunverulegt já, veist, ég eiginlega þar líka sko svolítið mikið, ég veist það tók mér langan tíma að horfa á Harry Potter því ég var bara af hverju að horfa á þetta gerist aldrei, þetta mun aldrei gerast svo horfði ég á þetta en hefur þá mest gaman að myndir sem byggður á sannu sögu? Já, 100% ég myndi segja það ef þetta er eitthvað svona based on true events eða eitthvað svona, þá er ég bara alveg invested sko. En horfur það kannski líka meira á heimildamyndir en bara venlega bíómyndir? Nei, ekki meira en ég horfur samt mikið á heimildamyndir Ok, ertu meira fyrir svona þætti eða bíómyndir? Sko, það er eiginlega bara það fer sko, ég geti líka, ég horfi sko, ef ég myndi að líta bara svona dagana mína yfir höfuð bara ef ég kem heim og vinninu og þannig þá er það yfirleitt þættir en ég samt skemmti mér ekkert minna að horfa á bíómyndir Ok, geggjað en þú náðu svolítið að svara hinum spurningunum Já okay. En hvað var svarið hjá þér með vampíru? Já, þannig að spurningum 2 ef ekki farið fyrst í fyrstu spurninguna og ég ætla að halda þið spenntri með vampírumyndina En fyrsta spurningin, hún er hvaða mynd sem kom út einhvern tímann á árunum 2000 til 2010 fílar þú í botn? Þetta er auðveld spurning, finnst mér Þú hefur 10 ár til þess að velja mynd og fannst þetta erfitt eða auðveld? Sko, mér fannst þetta erfitt að því að svo marga góðar þannig að það var í rauninni erfið parturinn við spurninguna en ég valdi mér, veist, ég skrifa alveg niður nokkrar sem ég finnst bara geðvið fyndnar, geðvið skemmtilegar og en svo var ein bara svona, eða eitthvað svona sem ég geti hort og aftur og kannski eitthvað, þú veist, ég var að ræða þetta, þú veist, við bara félaga mína, þú veist, eitthvað svona segja svarið mitt og eitthvað og þeir bara, ok, þú verður að segja þetta, þú ert með svona smá sögu bakvið þá var ég eitthvað, ok, já, ég vil þetta svar Þannig að þú ert með eitthvað svona sögu bakvið Eða svona, ekki sögu, en þú veist, já ég valdi sérst Legally Blonde Okay. Þannig að þú veist, ég veit alveg að þetta finnast meiri sturlaða myndir og allt það Með Reese Witherspoon? Já Ég valdi Legally Blonde sko Af hverju? Af því að, ég sérst var bara núna fyrir viku síðan að klára masterinn minn Í hverju það? Í sérst markarsvæði Til hamingju með það Takk fyrir það Í Hult International Business School sem er sérst í Boston Og þegar ég horfði á þessa mynd og hún er eitthvað svona sæt stelpa sem samt kemst inn í Harvard og er samt ógeðslega klár mér fannst það bara ekki flott fyrirmynd á þeim tíma svo horfði ég á þetta fyrir svona þú veist, kannski 3 árum síðan þegar ég var að taka BA minn horfði á þetta aftur og ég bara, vá og var með hana fram á símanum mínum örugglega svona 1 ár bara svona skotur þessar bíómynd hún að labba niður eitthvað svona gang í dressinu sínu og ég bara, hún er svo cool Þannig að þessi mynd okkar svona eins og einhver innblástu fyrir þig Já, 100%, ég myndi segja það Þannig að þú leist á hana sem bara eitthvað svona smá fyrirmynd Já, bara þú veist þótt hún var eitthvað sæt og var í bleikum fötum átti chihuahua-hund hún var samt alveg nógu klár til þess að komast inn í Harvard og eitthvað svona, vá, það er ekki cool Ég var veginn það, ég er búin að sjá þessa mynd en ég sá hana bara Löngu Ég meina, það er örugglega næstu í 20 ár síðan kom út ég skrifaði mér sér niður kom út 2001 Já, þú sér það, 19 ár síðan ég sá hana mér fannst það ágætis mynd ég ætla alls ekki drullu hana Nei. Þannig að mér finnst það skemmtilegt svar Líka því að ég veit ekkert hvernig smekkur þinn er þess að svo spenntur fyrir að sjá hvort að er ég búin að sjá alla myndir sem þú segir eða meirlutan eða hvernig það er
Ég sagði, ertu spennt að það er að mína mynd? Ég sagði, og ég er spennt að ekki sjá hvort þú er búin að sjá hana. Ok. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Nei. Hefur ekki séð hana? Veistu hvað mynd það er? Nipp. Þetta er mynd með Jim Carrey og Kate Winslet. Kom út 2004. Fjallar hún er svolítið svona sérstök. Fjallar mann sem hætti með kæristun sinni og hann fer til fyrirtækis sem sérhæfir sig í að eyða minningum. Já, ok. Þannig að hann vil bara gleyma henni alveg. Ok. Þannig að þeir mæta til hans eitt kvöldið og eyða minningunum, öllum minningum hana, en myndin í rauninni sýnir þegar hann er að fara í gegnum minningarnar. Wow. Skilurðu? Já. Það virkar eitthvað svolítið svona heavy. Já. En þetta er rosalega sætmynd. Ok. Og hún mér finnst líka mjög romantísk. Ok. Og þau eru bæðið svo góðið henni. Ok. Ég mæla henni með að tjekkja á henni við tekjaveri. Hún er alveg virkilega skemmtileg. Ég myndi alveg langa að tjekka þessu, sko. En áttu eitthvað svona uppáhaldsleikonu eða leikara? Nei, ég er svolítið bara svona all over the place þar, sko. Ok. Ég myndi alveg segja það. Veist, ég já, er bara svona... Nei, ég myndi ekki segja að væri eitthvað svona einn uppáhalds. Ok. En þú veist, það fer bara eftir... Já, bara uppáhalds bíómyndir frekar. Ok. En já, ég mæla með þessa mynd. Hún er dörlega skemmtileg. Já. Hún er svolítið öðruvísi. Ég maður þegar ég sá hana fyrst. Það var alveg bara eitthvað, ok, þetta er svolítið skrítið mynd. Já. Því hún er alveg svona svolítið psychedelic. Já. Því hann er bara í minningunum. Já. Svo verið að eyða henni á sama tíma. Hann er kannski að labba með henni eitthvað þar, svo bara hverfur hún. Já, meinar, já. Skilurðu? Já. Svo fyrir hann að sjá eftir því. Já. Því ég fór með þetta pæli í þessu ástæður ég valdi þessa mynd, mér finnst svolítið geggju. En ég ætla að spyrja þig út í það. Værið þú til að geta eytt þínum minningum einhvern ákveðin aðila? Nei, kannski ekki einhvern ákveðin aðila, en ég var alveg til að eyða kannski svona kjánulegum minningum, skilur. Já, ok, þú hugsa um það frekar að eyða eitthvað sem var erfitt eða sorglegt eða áfall eða eitthvað svoleiðis. Já, frekar. Frekar, af því að það er bara eitthvað sem styrkir þig og gerir þig, þú veist, sterkari. Já. Þannig að, já, 100%. Ég myndi aldrei eyða einhverjum svona hindrunum eða svona hiccup, skilur, en frekar einhverju svona geðveitt, þú veist, svona mómentið maður er kannski í styrtu og svo hugsa maður alltaf bara, fuck, hvað sagði þetta þarna? Ég skilur bara eitthvað svona skrítið. Það er svona fint. Ég veit það, en svona virkilega vond moment, skilur, ég verði til að eyða þeim. En þetta fylgir manni. Ég veit það. Og eins og nú er ég með þetta podcast og það er alveg svint sem ég er búin að segja. Já. Og ég er bara eitthvað svona, Jesús, okkur sagði þetta. Já. Og maður bara eitthvað, en maður getur ekki hugsa svona. Nei. Þetta er bara partur af þessu. Maður verður bara að taka þessu og halda áfram. Það er náttúrulega erfiðara þegar þú ert með mæk fyrir fram að þig, sko. Þú ert á dokumenta ef þú sagðir eitthvað kjánulegt, skilur. Já. Það er alveg erfiðara. Það er ekstra. Já, það er alveg ekstra erfitt. Þannig að þú voru að passa nú að segja ekki eitthvað kjaftaði. Ég veit það. En ok, þannig að þú verður ekki til að eyða þínum minningum eitthvað svona slæmt. Ekki einhvern aðila. Nei, bara... Ég er sammálaður. Já, bara frekar, þú veist, svona einhverju kjánulega eitthvað sem ég skammast mig fyrir. Já, af því að mér er svolítið, eins og hann gerir þetta í myndinni. Hann er svo mikil ástarsorg og flestir hafa lent í ástarsorg og það er ógeðslega vont. Já. En ég myndi ekki vilja eyða þeim minningum. Nei. Og ég myndi ekki vilja eyða minningunum þann aðeinslega þessa mannesku. Nei. Af því ég er sammálaður, þetta styrkir maður bara. 100%. Og ef þú tekur þetta úr þér eitthvað, ég veit ekki, mér veist einhvern veginn, maður getur ekki bara átt gott. Nei, vá, þá, þú veist, maður getur ekki alltaf verið bara einhverja hamingjubúblu og svo springur hún og hvað þá? Já, nákvæmlega. Og það með þess að atriði myndinni, það sem er fólk á svona biðstofu sem er að fara inn á fyrirtæki og ein konan er með eins og það mist gældir. Já. Skilur, og það getur alveg verið sárt. Já. Ég upplæði sjálfur, það er mjög sárt. Já. En ég vil samt, eins og ég kem aftur að þessu, ég vil samt ekki eyða, ég vil geta hugsað kísuna mína. Já. Á góðan hátt. Á góðan hátt, já. Skilur, ekki bara gleyminni. Minnst það fáránlegt. Já, minnst það líka fáránlegt. Minnst það frekar dónalegt. Já, í rauninni. Já, þetta er eitthvað svona minning sem má bara lifa, finnst mér. 100%. Já. 100%. Ok, þú varst með Legal Blonde. Já. Ég var með Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Já. Ólíka myndir. Mjög ólíkar. Þótt ég hef ekki séð hérna en ég get ímyndað mér að þessu mjög ólíkar. Þær eru ólíkar, en þess vegna gaf að heyra svona söri. Já. Gaf að bera þetta saman. En við förum með spurningu 2. Já. Hvaða vampírmynd finnst þér alveg sturluð? Það var bara engin. Það er bara engin? Það er bara engin. Þú bara, þið dattir hún engin í hug, þú settir ekki einu sem Twilight? Nei, alls ekki, guð minn góður. Finnst þér það lélega? Já. Sjálf með finnst bara eitthvað svona vampíru koncept bara lélegt. Ég veist það sökkar en þú veist það er bara sannleikurinn, sko. Já, ég er annars sett mjög hreinskilin. Já, það er eiginlega ógeðslega margir ósammála mér en þú veist. Já, ég er nefnilega elska vampírur. Ok. Og þegar ég var yngri, þá vildi ég vera vampíra. Já, ég skil. Þetta hljómar ógeðslega skrítið. Nei, ég meina fólk vildi verða galdrakall og Harry Potter, skilur, þannig ég skil alveg, I get the concept, sko. Mér fannst bara einhvern veginn eins og að vera engin ókost við þetta. Ekki? Nei,
þegar ég var yngri. Já. Að ég hugsaði mér, ok, þú þarft að drekka blóð. Það er mínus. Já, það er stór ókostur. En ef þú ert efst í fæðikeðinni, já. Að ef vampíru væri til, þá væri það fyrir ofan okkur. Já. Það er alltaf sterkari og eitthvað svona. Þannig ég hugsaði mér, ég myndi bara drekka fólki sem væri til í það, skilur. En deyr fólki ekki? Nei, ekki alltaf. Ok. Það er alveg sumar sem geta samkvæmt þessum myndum sem ég séð. Það er ekki alltaf að drepa fólk. Nei, ok. Þannig að ég sá ekki fyrir mig, ok, það er mest í mínusinn. Já. En hitt er, þú lifir eilífu, sem er kannski ekkert svakalega kostur. Nei, og þú mátt líka ekki sjá sól eða eitthvað, þannig. Nei, fyrir svo innibúkað sem mig, þá er allt. Já, ok. Ef við getum inn að horfa á bíómyndir, þá er ég sáttur. Já, ok. Og ég taka fram, ég var úlingur þegar ég hugsaði þetta. Já, fyrst. Og maður var alltaf að vaka lengi. Já. Skilurðu? Það er vaka á nætuna þar. Já, ég svo daginn, vaka á nóttunni og ég hugsaði mér, þetta er bara fullkomið. Þetta var fullkomið. Þetta var fín skipti. Já. En svo því ég var eldri, þá fór ég að hugsa mér ég nenni ekki að lifa eilífu. Nei. Værið þú til að gera það? Nei. Af hverju ekki? Ég væri, er það maður ekki bara þreytur á því? Jú, ég held það. Þú var að missa alla frá þér, skilur, ef þú er eini sem getur lifað eilífu, þá myndi þú makiðin deyja, sískiniðin deyja, fóldrænir og að þú svo eignastu nýjan maka og hann deyr, þetta er bara, því lítið áreitum maður. Já, mér finnst það eins og með það að deyja, þetta er bara partur af lífinu. 100%. Það deyja allir. Já. Þannig að mér finnst, ertu hræddur döðan? Nei. Nei. Alls ekki. Hvað erst þú gömul? 24. 24? Já. Og þú pælir ekkert í döðanum þannig? Nei, ég fyrir ekki fyrir sjálf á mig, skilur. Ég myndi alveg vera, ég er óttaslegin ef ég hugsa að einhver í fjölskyldum minni eða sískinni mér myndi deyja, þá er ég alveg bara, wow, en ekki sjálf á mig. Nei. Af því að það er bara svona, einmitt, það er bara partur af lífinu og líka bara, akkur óttast eitthvað sem að mun gerast. Já. Þú veist ekki hvenar, bara hei, En myndið þú vilja vita hvernig þú deyja? Nei. En þú? Nei. Af því það er ekkert gaman. Ef ég myndi segja að mig í dag, þú deyr þú 78 ára okkur sjúkrahúsi eða eitthvað. Já. Ok. Svo bara eftir hann 77, svo slær 78 afmælistæðin og þú ert bara stressaður alveg þangað til. Já, eða eitthvað myndi segja mig, þú deyr bara næsta mánuði. Glatað. Þá er ég bara, ok, þá myndi ég bara hægt að geta podcast. Já, einmitt. Til hvers? Ég er hvað sem var að drepast. Einmitt. Þannig að ég held, þetta er kannski klísja, en maður ánægt að lifa lífinu, maður á að vera svolítið núinu, en það er ekki búið að lofa morgundeginum. Nei, algjörlega. Þú getur þess vegna bara dreipist á morgun. 100%. Og ekki svona morbid podcast-áttur, tala um dauðan. En mér er þetta áhugavert. Já, mér líka sko. Og myndin sem ég valdi, heitir 30 Days of Night. Veistu hvað mynd það er? Neip. Vampírumyndir bara, ég veit hvað Twilight er, that's about it, sko. Ok, ég ætla að segja hana aðeins frá þessa mynd, af því að hún er skemmtileg. Hún er mjög ofbeldisfull, kemur úr 2007 og fjallar vampírur sem búi í Alaska. Ok, kannski búi ekki í Alaska, en þau koma þangað, eða þær. Af því að það dimmir ekki, það birtir ekki til í 30 daga. Bara svona svip á Íslandi. Já, svip á Íslandi. Hún heitir 30 Days of Night. Þannig að þær geta verið bara óáreittar í mánuð að herja á hana smábæ. Og hún fjallar nokkra aðala sem er að lifa þetta af. Og hún er alveg spennandi. Já. En ef þú fílar ekki vampírumyndir, þá held ég að þessi gerir ekki neitt fyrir þig. Nei, örugglega ekki. En ég er alltaf ég er alltaf með opinn huga, skilur. Ég horfði bara Harry Potter, ég var bara múin að segja nei síðan var, hvað komið út því að 5 ára, 6 ára, ég veit ekki. 2001, það var fyrsta líf. Já, þá var ég, 6 ára? 7 ára. 7 ára. Við, horfði samt á hana í, þetta sumar. Þannig ég er alveg opinn fyrir að skoða nýja myndir, sko, eða skoða bíómyndir. Þannig ég myndi alveg kíkja á þetta. Þú kíkja á hana. En hún er samt, eins og sé, hún er ofbeldisfull. Já. Það er mikið af blóðið inni. Þó vampírur drekki blóð, þá er það líka rosalega mikið að úthella það í þessari mynd. En hún er byggð á teiknimyndasögu. Já, ok. Þannig hún er svolítið flott líka. Ok. Og mér finnst það bara svona grunnhugmyndi töff. Ok. Af því ég hafði oft hugsað þegar ég var yngri, að því ég áhuga vampírum. Já. Og ég hljóma svo eitthvað geðsjúklíkur núna. Nei. En mér fannst áhugavert á Íslandi. Já. Af því það er oft það sem er bara myrkur. Já, 100%. Næstu bara allan sólarhringinn. Bara nóvember, desember, skilur við sjáum alla sól, sko. Og ég sagði mér, ef að kæmi vampíra hinga, það getur verið spennandi. Það er fullkomið. Já. Fyrir vampíruna. Já, ekki fyrir okkur. Nei, fyrir vampíruna 100%. En ok, ef að fara næstu spurningu. Já, ég er búin að gleyma hver hún er, beti. Ok. Ok, ég er mjög spenntur að heyra þessa. Já. Og þessi spurningu er, hvaða mynd sem fjallar að miklu leyti hefnd finnst þér ekki? Ok,
Og ég segi mitt svar fyrst. Segð þitt fyrst að þú varst ekki meðan vampirumynd. Ok. Hvað er það? Gone Girl. Þú valdir hana? Ok, með Ben Affleck. Fannst þér svona góð? Mér fannst hún geðveik. Ok. Hvað fannst þér hún ekki góð? Mér fannst hún ekki spes. Ok. Mér fannst hún geggju, sko, því að þú veist, hann er eitthvað að halda framhjá. Og þetta er bara svona, þú veist, talandi hefnd, þetta er svona the ultimate, skilur. Hún lætur hann lítið út í svona morðingja. Hún er að gera það, ég veit ekki, þetta er bara, ég veit ekki, mér fannst hún geggju, sko. Það var svo geggju, þið var svo spennandi og... Hún hélt mér alveg bara á, sko, þú veist, brýstunu bara alveg þangað til. Ok. Það var bara, hvað er að ske? Elskar þannig myndir. Hvernig fílar Ben Affleck? Bara vel, sko. Okay. Ég veit, í bíómyndum. Já. Hann er ekkert eitthvað geggjaður í persónulega lífinu sinni, skilur. Ég meina, er hann eitthvað, já, meina því að hann er búin að díla við sitt. Já, bara svona oft slúður hann, skilur, þannig að hann er ekkert eitthvað að standa sig 100% vel þar, en mér finnst hann góður leikari. En þá verður að spyrja, þú talar slúður hann. Er það aðalega eitthvað svona, var það ekki svona tengt svona einhver fjárhættuspili? Jú, fjárhættuspili og drykkju. Já, og dópi líka, eða? Pottið eitthvað, sko. Var hann alltaf frammi hjá Jennifer Garner? Það er ekki, þú veist, eiginlega, já. Er eitthvað búið að staðfesta það? Þú veist, það er ekki búið að staðfesta en hann sást samt oft með öðrum stelpum, öðrum konum. Ok, nú er ég að fá svona slúðu beint í. En mér, þú veist, þrátt fyrir það fannst mér hann góður í bíómyndinni, sko. Ok, mér finnst það skemmtilegri. Já. Líka. En svo það er ein leikun í þessar mynd, sem ég var að veikina, ég slutt skotin í. Ok. Það er, veistu hvað það er? Veistu hvað ég var að segja? Nei. Það er Emily Ratajkowski. Veistu hvað það er? Dökkarða sem hann er að halda framhjá með. Já. Skilur, ég heldur einhvern sé aðalega módel. Það geti verið. Hún var í einhver myndbandi, eitthvað, var fræg fyrir það, eitthvað. Svo var einhver svona módel. Það er búklana eftir. Og ég var svona, já, ég stið ekki framhjöld. Nei, sjálfsög ekki. En ég var bara eitthvað svona, ok, ég skil hann í pínskotinu þessari. Já. Já. En svo var hún líka ógeðslega góð í þessu í aðalhlutverkinu. Já. Hún heitir, ég man það ekki, vá, ég held að hún heitir Rosamund Pike, held ég. Hún er mjög góð í þessari mynd. En það er svo langt síðan sá hana. En mér fannst hún ekkert svakalega spes, en ég get ekki útskipt nákvæmlega núna af hvernig fannst hún ekki góð. Nei, þú getur ekki pinpointa hvað var. Nei, það var ekkert eitthvað svona sem ég akkurat í hausinu núna. Nei. En ekkert slæmynd. Mér finnst mér áherslu að valda þessa. Já, því meina þarna er hún að, veist, ef spurningin er hefnd, þá en sko fyrsta sem ég hugsaði þegar þessi spurning kom, það því ekki að svara, þú veist, mér finnst þetta svar betur en hitt, að mér finnst Gone Girl bara örugglega besta svarið, eftir ég á búin að íhuga þetta, skilur, með þær bíómyndir sem ég séð. En fyrsta myndin sem ég hugsaði heitir A Diary of a Mad Black Woman. Sko, þessa mynd þekki ég ekki. Það er ekki skrítið, ég held hún sé ekkert eitthvað rosa vinsæl. Hún er með þarna, hvað heitir hann? Perry leikarunum, hann er leika þarna feitu konuna. Tyler Perry. Já. Hann er sérst í henni líka, þannig að þetta er svona smá grínmynd. Hvað, er þetta gömul mynd? Já, hún er frekar gömul, sko. Ég nefnilega sá hana fyrst, ég kynntist bíómyndum fyrst þegar ég var heima á Stöð 2 bíó. Og þar spiluður bara sömu myndina aftur. Og þessi mynd var alltaf í sjónvarpinu. Og þetta var eitthvað þú veist, konu sem er gift ríkum manni, hún kemur heim einn daginn, hann er búin að skipta henni út fyrir eitthvað yngri og bara búið að tæma fataskápun hennar, hún bara komin út á götu, bara ömulegt og svo lendir, þú veist, þessi eiginmaður sérst í slisi, eða þessi maður sem var með, sem hendi henni út í slisi og var eiginlega bara lamaður og hún þurfti að sjá hann. Og þá var hún svolítið vond við hann tilbaka. Nei. Já. Þannig að hún er hefnað sín á honum? Pínu. Og er þetta svona drama og grimmynd, eða? Já, þetta er svona drama og grimmynd, sko. En það hljómast það ekki svo grimmynd? Þetta gerir það ekki, en svo er Tyler Perry í þessu, er eitthvað svona að leika hann konuna sem hann leikur oft. Er hann að leika konu í þessari mynd? Já, hann er oft þetta hlutverk, svona eitthvað svona feit eldri kona. Já, heitur hann ekki Madea? Eða eitthvað slags? Ég veit það ekki. En ég hef ekki séð eina svona Tyler Perry mynd. Nei. En hann er ákveðt leikari samt? Já. En hann er samt ekki í aðalhlutverki, sko. Nú. Nei, það er þessi kona að mér finnst. Þá er þessi kona hana, sem er bara mjög myndarleg kona og þessi maður sem hún er gift, sem hann lendir í slisi, þau eru svona eiginlega aðal. Já, hann er ekki einn af þeim? Nei. Svo er hann bara eitthvað frænka konunar og er alltaf bara svona why you treating my niece like that? Eitthvað svona, hann er eitthvað svona létta mómentin á milli. Já, ok, en er hún ofbeldisfull eða eitthvað svo leiðis? Þú veist, nei, en það er eitthvað svona eitt atriði, hún er eitthvað, þú veist, nánast að drekkja hann í baðinu, en þú veist, svo sé nei, en jú, en er blóðið henni? Nei, þú veist, ekkert eitthvað þannig, en þú veist, hún er ekkert eitthvað stapintan, en það var eitthvað svona, þú veist,
hann þú veist, náttúrulega bara hendin út var umlega gæi við hana svo þarf hann á henni að halda og þessi yngri stelpa sem hann búin að ná sér í bara lungu flúi, náttúrulega ekki að vera með einhverjum sem lamaður og allt það. Já, ég skilji, ok. Hann að þú veist, hann var eitthvað gett mjög, þú veist, stæla og hún var að hjálpa hann að fara með hann í bað, setja hann í bað og hann var samt með eitthvað stæla þannig hún eitthvað reddaði þá bara sjálfur, svo bara byrja hann á að drukna og hún bara, já, þú veist. Ok. Þú þarft á mér að halda. Myndur þú mæla með þessar mynd? Þú veist, þetta er ekkit eitthvað ekkert geggjumynd. Þetta er ekkert eitthvað geggjumynd en þetta var fyrsta myndin sem er datt í hug þegar komum hefnd eða þú veist, svona þannig. En þú ætlar að halda þig við Gone Girl svarið? Já, það er betri, 100% betri mynd. Ok, geggjað. Ég valdi hennar mynd. Ok. Sem ég veit ekki hvort þú búin að sjá. Nei. Þetta er það sem við gafum þetta. Já. Og hún heitir, bara mjög einföldur af því, þegar við erum að tala hefnd. Hún heitir Payback. Ok. Með Mel Gibson. Ok. Kemur úr 1999 þegar þú ert 5 ára. Þetta er ekki 90, nei hvað 96. Þú ert 96. Já. Þannig að þú ert 30 ára. Já, ég held ég ekki að segja hana. Þú ætlar ekki að segja hana að þú varst krakkja þegar þú var ný. Nei. Þetta fjallar mann sem Mel Gibson leikur, sem er svikinn af svona samstagsfélag. Hann er svona þjófur. Og hann er svikinn af samstagsfélag sínum. Og konu sinni. Þetta er svakalegt sko. Þetta er bæði svona framhjáhaldsmyndir. Þannig að hún svíkur Mel Gibson af því að hún fann mynd, eða fekk mynd af honum með vændiskonu. Þetta er bara svo slúður. Já, þetta var gott slúður. Já, þannig að þau svíkja hann í byrjumyndana. Og þau eiginlega bara næst í drepan. Og myndinunni byrjar því að það var að taka úr honum byssukúlunar. Hann liggur bara okkur svona bekk hjá okkur ógeðslegum lækni. Alveg potta ekki á löglegu sjúkrahúsi. Og hann er að taka kúlunar úr honum. Og þá er hann svolítið að plotta bara sína hefnd. Þetta er geggjumynd. Og hann sést fyrir það síðan að hefna sín á konunni og samstagsmanninu. Já. Vá. Þetta er góð mynd. Ok, já, hljómar mjög góð sko. Já, ég mæli með henni. Ég er ekki að spoila henni. En hún er með allt. Hún er spennandi. Já. Hún er úslega töff. Og Mel Gibson. Já, Mel Gibson, skilur. Ég elska Mel Gibson. Já, getur ekkert klikkað. Nei, hann getur ekki klikkað. Nema, reyndar í raunveruleikunum, þegar hann, var ekki hún að heyra því? Hvað var það? Þegar hann misti sér eitthvað úr upptökuræði við sína konu, einkonu. Er langt síðan? Og nú er ég að segja þetta þér slúður. Já, wow. Byrju, er langt síðan? Þetta var í næsta TV-vikuna. Eitthvað 20 ára gammal slúður. Já. Nei, þetta er langt síðan. Ok. Og hún tók upp það sem hann segir. Og það er alveg, það er frekar ljótt. Já. Ég ætla ekki að endaka hér. Nei. En það er svona, hann er mjög reiður og hann er alveg bara svona, já, svolítið svona eiginlega hótinni. Shit. Já. Það er svipað að gerast fyrir hann á Johnny Depp. Er til upptökur af því? Já, af þeim rífast, sko. Já. Aha. En hvað, er hann þá eitthvað að bölva henni eða? Já, þau eru bara að rífast. Svo þú veist, að mig minnir ég horfði á þetta myndband á sínum tíma, sko. Hvort það heyrir ekki eitthvað dett, þú veist, hvort þú heyrir ekki eitthvað smá læti líka. En það sést ekki í mynd hvað var. Er eins og sé eitthvað barinn eða hrind? Hvort það var, þú veist, ég man ekki nál hvað var, eða hvort það var, þú veist, glasabrotna, það var eitthvað svona læti líka. Að mig minnir. Já, ok. Þetta var, ég heyrði aðeins upptökuna hjá Mel Gibson. Já, ok. Þetta var alveg slæmt. Já, mér finnst það. Ok. Hann að segja ógeðslega hluti og þú tala alltaf ekki við manneskjur við höfuð svona. Nei, einmitt. En þetta var einkonans. Já, hvað þá hana? Já. Einmitt. Og þetta leitur og slíkt út fyrir hann. Ok. Svo er hann eins og tekin líka, minnum að lögregla, stoppar á löggunni og þar var hann eitthvað að bölva og var víst held ég fullur. Bölvi einhverjum gýðingum og eitthvað, það var eitthvað svona, það leiti ekki vel út. Nei. Og það var líka mörg ár þar sem hann var bara, hann var ekkert lengur cool guy í Hollywood. Nei, já, meinar. En það eyðilögur samt ekki Payback fyrir mér. Ok. Mér finnst það skemmtileg leikari. Ok, já. Þannig að ég myndi mæla með þessar mynd. Ef þú ert til í eitthvað svona... 100% ég myndi checka hann. Já, eitthvað svona spennumynd og hún líka bara flæðir svo vel. Hún er ekki leiðileg. Þannig að ég er ekkert að segja að þér finnst hún eins geðveik og mér. Nei. En mér finnst mjög ólíklegt að þú er bara eitthvað djöðlega ógeðslega leiðileg mynd. Já, ég er nefnilega að fíla mjög mikið gamla bíómyndir. Ok. Og kærasta minn er ofta eitthvað svona, vill ekki horfa mynd sem er eldri 99 eitthvað, hann bara svona fer ekki þanga, hann þetta er bara ömuleg gæði og eitthvað, ég er svona sagan er samt alveg góð, skilur, ég fatt þetta ekki. Að þú veist, bestu myndinar að mér finnst eru þær eldri, sko. Já, mér finnst bara svo gaman líka að því að ég er fæddur 83, þannig ég er tölvöld eldri en þú. Þannig að mér er svo gaman að heyra, þetta er svo mikið svona kynslóðaskipti. Já. Og þess að kærasti þinn er að segja bara eitthvað, nei, veistu það, ég nenni ekki að horfa myndir. Hann bara fer ekki. Eldri en 99 eða eitthvað. Já. Það finnst mér magnað. Já. Að því að mér finnst myndir frá 1990
til 2000 eru bestu myndar. Já. Bara 100%. En kærasta mín er svona svipuð. Hún er ekki alveg svona gróf. En ef ég er að sýna einhverja mynd frá 80 eitthvað. Já, þá leggur hún línuna. Já, hún er alveg bara eitthvað svona, ég nenni einhverja gamla myndir. Já, Gunni er líka svona, sko, og ég skil það ekki, því að, þú veist, oft eru sögurnar miklu dýpri og einhvern veginn, ég veit ekki, það er eitthvað við það, þú veist. Já. Núna eru svolítið bíómyndin gefnar út í flýti oft, að mér finnst eins og svona Netflix-myndir og svona þannig, maður er bara svona, wow, þú veist. 100% rétt, og ég er sammálaður. Af því að það sem virðist vera svolítið að í dag, finnst mér, og núna hljóma ég eins og eitthvað svona neikvæð eitthvað, en ég bara, mér þykir svo vænt bíómyndir. Já. Og ég ólst upp við svona 90s bíómyndir, þessi 10 ár, 90 til 2000. Mér finnst bara eitthvað við þær sem er vandaðar en margt sem er í dag. Já. Eins og þegar ég sé listi á mér, það er alveg nokkrar frá 90 eitthvað. Já, líka hjá mér, sko. Já, ok. Algjörlega, já. Já, spenntur að það. Já. Af því að mér finnst það bara vera oft skemmtlegri. Já, algjörlega. Og eins og þú segir, kannski eitthvað betur saga. Þær eru bara oft betur skrifaðar. Heldur í dag, að því eins og þú sagðir, það verið gefið út í ykkur flýti. Í dag er rosalega mikið að vera að keppast einhver svona, hún verður að koma út 20. júlí 2021. Einmitt. Bara fyrir þennan pening og eitthvað svona. Einmitt, og það bara, við erum ekki sem tilbúið handrit, já, þið finnum því. Já, einmitt. Það endar ekki vel. Nei, og það skín í gegn. Það skín eftir í gegn, þú sérði þetta alveg og finnur þetta út að horfa á bíómynd. Já, algjörlega. Þannig að þó að ég hef alveg stuð fyrir það, þá vil ég samt meina það að þessar myndir, og þú er svolítið að staðfesta það líka núna, þær eru bara einhver litið betri. Já, 100% sko. Bara vandaðari. Já, og ég líka, ég var bara mynda núna, ég hef alltaf verið með skrítin bíómyndasmekka, því ég man, þegar ég er svona 12 ára eitthvað, þá horfi ég á bíómyndina sem var skrifið Tínu Turner, What's Love Got to Do With It. Hún góð. Mjög góð. Og ég hringi mömmu, ég gaf, mamma, ég var að horfa þarna Tínu Turner myndina, og mamma gaf, hún er löngu búin að sjá hana. Ég kann hana, What's Love Got to Do With It, myndir hana og Æk og Birta, þú veist, löngu búin að sjá hana. Ég kann, þetta var bara uppáhaldsmyndin, þú veist, 3 ára. Þú veist, 3 ára? Já, ég bara, mamma, ekki varst að spila þessa mynd fyrir mig því ég var 3 ára. Er þetta ekki alveg svona pínum fullorðismynd? Rosalega gróf, sko. Hann er bara að berja hana á nauðgunni og þú veist, ég leið, mamma, það getur nú ekki verið. Jú, þetta bara, hún var sérst eitthvað í sjónvarpinu, þú veist, og ég hef eitthvað svona náð glits af henni. Það var eitthvað tónlistin sem hélt mér. Já, geggjur tónlist. Já, geggjur tónlist. Þannig að ég vildi bara, þú veist, það var bara hún og Lion King aftur og aftur og aftur. Mjög ólíka myndir. Mjög ólíka myndir. Teiknimynd, Disney, Lion King, sem er eitthvað góð. Já. Og svo What's Love Got to Do With It. En hún er, ef ég man rétt, frá 93. Já, hún er eldgömmul, sko. Já. Þú veist, ok, ekki eldgömmul. Já, mér finnst það líka, þú segir eldgömmul. Þegar ég hugsa eldgammal, þá er ég hugsa 60 eitthvað. Já. Nei, hún er svona, já, hún er eldri mynd. En þannig að þú og kærastinn ætla að horfa á eitthvað? Já. Og er hann mikið fyrir bíómyndir? Já, svona, þú veist, hann samt einhvern veginn, við horfum alltaf á bíómyndir á kvöldin, sko, og hann eiginlega sofnar og ekki ég. Sofnar hann yfir myndinni? Já. Hann bara svona sofnar yfir öllu, skilur einhvern veginn, þannig að það er ógeðslega pirrandi, en það er samt verið suma bíómyndir sem ég hef verið bara svona, þú veist, stundum hef ég verið bara, ok, ég fer bara svo líka, en stundum hef verið nokkra bíómyndir sem hafa bara haldið mér og ég er ekki að fara fett. Bara, ég elska þannig bíómyndir. Ok, ég er nefnilega að það reglaði mér heima mér, ég er nefnilega hef oft verið að bjóða fólk í vídeo. Ég er búin að gera þetta í 20 ár. Þess að ég býð bara einhverjum vinum mínum, jafnvel pörum, bara heim til mín í einhverja mynd sem ég er búin að velja. Og það er regla hjá mér. Númer 1, setna mér þegar snjallsímanum komu, ekki verið símanum. Það er bara bannað. Það er góð regla. Setja hann á silent. Og fólk segir, hvað okkur má ég gera þessi símanum? Af því að ef þú ert í símanum, þá ert ekki að horfa á myndina. Þú getur ekkert gert bæði einu. Nei. Það er ein regla af mér. Já, hún er góð. Og þetta er góð regla. Já. Og númer 2, það banna að sofna myndum. Ég var til að hafa þessa regla heima á mér líka, sko. 100%, mér finnst hún góð, sko. Þetta er góð regla. En kannski ef að kærastinn hlustar á podcastið, þá kannski hann að segja, herðu, Birta, nú bara verður þessi regla tekin í. Já, ég ætla rétt að vona það. En þá segir hann regla, ok, þá bara engin sími heldur á meðan. Ok. Ert þú svolítið gjörn á það? Sko, ef að ég, síma minn er yfirlegt bara svona, þú veist, já, vil hérna með ryggulegu kistunni, en ef ég er að fara í síma minn á meðan bíómyndin er í gangi, þá veit ég að mér finnst hún ekki góð. Já, þú meina það? Skilur við, þannig að, þannig að þá er mér svo sem alveg sama, en það eru nokkra myndir sem ég hef verið bara, ég er ekki að færa mig. Þó að Instagram sé á fulli símanum? Já, nei. Það er bara svona það eru bara nokkra myndir sem eru þannig fyrir mér, sko. Þó það kemur bara skilaboð frá bara stöð 2, við viljum gefa út TV-vikunar hjá okkur, þú myndir ekki svara?
ég myndi örugglega setja á pásu en ég myndi ekki, skilur þú veist en ef þetta væri bara eitthvað kissing booth frá Netflix þá myndi ég bara kíkja, skilur og ekki setja á pásu. En þá er maður aðra spurningu saman til þetta, þegar þið eru að horfa mynd eða þú ein, horfðu ekkert sem eina myndir? Já, mjög oft, ég horfði eina mynd í gærkvöldi. Ég var ein að horfa á mynd í gærkvöldi, já. Og þannig að það var ekkert eitthvað kærist en eitthvað, hvað það gera? Nei, hann var í einhverjum leik í símanum sínum, inn í öðru herbyggi, þannig ég fór inn í sjónvarpsherbyggi og kveikt á mynd sem ég aldrei sé og langaði að sjá. Og það var bara ein og mjög kosi. Þegar þú horfir á mynd, kostar eina með öðrum og þú þarf kannski að fara á klósetti eða fara að drekka eða eitthvað, ítur á pásu? Já. Ég get ekki látið myndina að rúlla. Það fullt af fólk sem skilur það. Ég skil það ekki. Ég skil það ekki. Ég skil það ekki. Ég bara skil það ekki. Ég vil horfa myndi með mömmu og hún er svona, og hún er ekki að fara á klosti og ekki að pása. Nei, alltaf læg. Nei, það er ekki alltaf læg. Já. Þú veist gaman hvað við erum sammála þetta. Það er fárlegt, sko. Þetta er málega líka, daginn. Það var svo litlu frængur kærastmeinar. Fengi að gista hjá okkur. Og mér þetta ég að sýnaði mynd. Já. Það er spennta fyrir því. En þegar þær fóru að fá sér að drekka ná eitthvað meira nammi eða eitthvað, veit ég alltaf pásu. Já. Og þær voru svo hissa. Já. Ákveð þetta á pásu. Þetta hefur bara verið svona background noise fyrir þeim. Já, þær eru kannski bara vanar því að þetta er bara eins og segi, background noise, þær eru ekkert að pæla í þessu. Og ég sagði bara þar, ástæður þetta á pásu er að því að ef þú ert að fara að sækja nammi inn í eldhús, þá ertu kannski að missa af einhverju myndinni. Já. Þannig ég er að gera þetta svo missir ekki af einhverju, eða þið. Já. Og þær eru bara svona, já, mér leiði þess að ég hefði kennt eitthvað gætt mikilvægt. Það taka þetta með sér út í lífið. Ég vona að gera það, sko. Já, af því að mér finnst rosalega skrítið að fólk gerir þetta. Já, mér líka. Bara, veistu það, ég með þess að, ég er kannski búin að horfa okkur með 10 sinum. Ok, nú er ég kannski komið til eitthvað svona geðveikistótt. Ég er búin að sjá hann 10 sinum. Í því samt að pásu. Já. Myndið þú gera það? Já. Ef þetta er eitt af þessum myndum sem að ég bara elska hver einustu mínútu af. Ok, þannig þú myndir í þetta pásu og þurftir að fara eitthvað standu. Já, 100%. Geggjað. Þannig að, ef við ekki fara næstu spurningu bara. Jú, endilega. Það er númer 4. Já, þetta var skemmtileg spurning. Já, ég ætla að fá áður svara henni. Ég ætla að fá að giska myndina þína. Heldur ég fatt hana? Já. Ok, þetta er hvaða mynd finnst þér ógeðslega skemmtileg með Meryl Streep. Ég verði ekki um það, ég á með aðra leikonu fyrst. Að ég ætla að finna eitthvað svona leikonu og bara velja eitthvað svona, bara eitthvað mynd sem fíla með henni. Fyrsta leikonan sem ég skrifaði, því ég vissi að þú værir aðeins yngri en ég. Já. Og ég hugsaði, ok, Meryl Streep, hún er alltaf klassísk, að þekkja hann allir. Algjörlega. En ég hugsaði, get ég valið eitthvað svona aðeins nýrri? Þannig ég ætlaði að velja eina mínum uppáhalds sem er í yngri kantinum. Og það er Jennifer Lawrence. Ég vissi að segja það. Er það? Já, ég vissi að. Ég var 100% Jennifer Lawrence, já. Að því mér finnst hún æði. Já, ég líka, 100%. En hún hefur ekkert gert það marga myndir. Nei, en þær sem hún hafa, þær sem hún hefur verið í, eru svona deila flest allar góðar. Hún má eiga það. Já. Og mér finnst hún æðisleg. Mér líka. En ég hugsaði mér, ég verð kannski að hafa þetta aðeins erfæra. Að því ég held bara, Jennifer Lawrence, við myndum bara að sjá Hunger Games og við erum bara að tala um það. Já, eða Silver Lining Playbook. Já, veistu það? Ég þori ekki að veikja það, en ég hef ekki séð hana. Nei, það, ok. Ég hef eftir að sjá hana. Já. En hún á vist að vera mjög góð. Já, ég fíla nefnilega svo ógeðslega mikið, sko, ég fíla svo ógeðslega mikið málefnið. Hvað er hún svo stutla? Já, er hún það? Þau eru það bæði. Þannig að þau eru bæði að vinna saman með, þú veist. Hann er í eini Bradley Cooper, eða ekki? Bradley Cooper, og þau eru bæði með bipolarni, eins og bipolar er svo ógeðslega misjafn að, þú veist, þau eru að vinna með, þú veist, bipolarinn á mismundi hátt. Ég var að fara að tjekka þess mér langast að sjá hana. Já. En ég lendi stundum í erfiðleikum heima. Þegar ég og kæristin að finna eitthvað að horfa. Og ég bara herðis, en Silver Lining Playbook, ég er búin að sjá hana. Já, það er alveg svo erfitt að það er svoleiðis. Já. Ég ætla að horta myndið miljónsunum. Já. En ég get ekki alltaf að leggja það á hana. Nei. Ég get ekki alltaf þess að hún sé sem ekki nörd og ég. En ég ger ekki Jennifer Lawrence. Ég ger Meryl Streep. Algjörlega. Og ég ætla að giska á að þú hafi valið Devil Wears Prada. Já. Algjörlega. Af því að eins og þú sagðir, hún er svona, þú veist. Hún er mjög góð. Já, og líka bara, þú veist, Meryl Streep, þú veist, ég held að hennar svona highlights hafi verið kannski svona fyrir nokkrum árum síðan kannski. Hún er alveg búin að gera góða hluti núna, þú veist, hún er geggjuð Mamma Mia og allt það. En, þú veist, myndin sem að svona kynnti mér fyrir henni var Devil Wears Prada. Og hún er 2005
5-6 eitthvað svo leiðis svona cirka þannig að þú ert 10 ára kannski cirka millir 10 og 12 já þannig að hún svona þú kynnist henni svolítið í gegnum þá mynd þar, ég held ég að bara sé hana fyrst þar 100% sko það getur alveg verið, ég var alltaf að leiða ykkur bíómyndir yngri með mömmu sko, ein gömul en ný þannig að getur alveg verið, ég sé hana í eldri bíómynd, en þetta var bara svona þarna sá maður hana, fyrir mér að ég man eftir henni. Og hvernig finnst þessi mynd? Mér finnst það ekki. Þið finnst það ekki? Já, mér finnst það. Mér finnst þá er ég ekkert að tala ég veit ekki hvort að handritið var vel skrifað eða eitthvað þannig, mér finnst bara skemmtilegt koncept. Já, konceptið sjálf. Hún er hún ekki einhver ritstjóri? Jú, hún er bara svona yfirmaðurinn, hún er the boss og er algjört boss og er ógeðslega svona sassy og leiðileg og ekki Anne Hathaway sem að þarf að er ekki Anne Hathaway? Jú, Anne Hathaway, hún er eitthvað svona lærlingur Já, hún er svona lærlingur og er að reyna að sanna sig fyrir henni og hún er alltaf að gera eitthvað skít og þetta er bara svona skemmtilegt. Ég er bara að sá hann á sín tíma og hún kom mér alveg óvart. Ég er kannski mest fyrir eitthvað hassamyndir, byssumyndir og eitthvað svona en þegar ég horfði á hana, ég var bara, ok, þetta er bara drullu fín mynd. Já, hún er fyndin, hún er skemmtileg. Svo fíla ég líka alltaf bara svona myndir, þú veist, bara ómeðvitað í alvörunni, þá fíla ég myndir þegar, þú veist, konunnar eru the boss. Já. Þú veist, það er bara, þú veist, ég bara svona Fyrst þú laðast af því? Já, bara, ég elska líka bíómyndir eða þætti sem að kallar eru the boss og allt það skilur en það er oft bara svona, þú veist mynd sem að horfa kannski aftur að því maður er kannski svona smá, sérstaklega með að maður var 12-13 ára hvernig ætla ég að vera? Ég ætla að vera svona. Þá var svo gaman að horfa á svona bíómyndir. En ég ætla að mynda að spyrja þetta er svona skemmtileg pæling að því að ég horfi mest kannski á myndir sem er með köllum og það er ekkert að ég þoli ekki konur, það er bara því að myndir sem ég fíla mest er oftast eitthvað sem tengist aðeins meira köllum. Já. Byssumyndir og eitthvað svoleiðis. En þannig ég ólst upp við það svolítið og ég er kallmaður þegar ég var 10-12 ára Þú leitast kannski að horfa á kallmenn til að reyna að ákveða hvernig þú ætlar að vera og allt það. Já, en mér finnst mjög áhugavert að heyra þig segja eins og með Devil Wears Prada. Já. Þú sér Meryl Streep þar. Hún er bossin. Hún er bara number one. Af því það er ekkert alltaf í bíómyndum. Nei. Að konan er bossin. Og bara saman með Legally Blonde, skilju. Þetta var eitthvað sem að laða að staða því maður er eitthvað svona, ok, ég ætla að verða svona. Þannig að þú myndir segja að það skiptir máli, eins og fyrir þig persónulega, og væntanlega fleiri stelpur, konur, að það sé eitthvað svona góð fyrirmynd, eitthvað í bíómyndum, að sé kona, þó að hún hafi verið, var hún einhvers veginn svona eitthvað bitchy? Jú, mjög leiðileg við hana, sko. Já, mjög leiðileg, en það var samt þú veist, það var samt cool, skilur það var samt svona, þú veist, vá, hún er búin að vinna sér þessi kona er í það hárri stöðu að hún má vera svona, þetta enginn má vera leiðilegur, þetta er bíómynd og allt það en þú veist, það er samt eitthvað við það, skilur þegar þú ert svona, þú veist, að þið maður oft sé bíómyndar sem kallar eru leiðilegir, skilur og það er einhvern veginn aldrei eitthvað sem maður er eitthvað svona þannig ég ætla ekki að vera eitthvað yfir þessu, skilur Nei, ég er alveg sammálaður, mér er bara góðu karakterar vera góðu karakterar. Það er bara það sko. Og mér var Meryl Streep ógeðslega góð þessar mynd. Ég er hrifnar af henni sem leikonu heldur en Anne Hathaway. Hvernig finnst þér hún? Það er eitthvað sko. Ég veit ekki, ég get ekki pinpointa hvað er en ég er sammála. Ég hef aldrei eitthvað svona verið geðveikt eins og mér fannst ógeðslega, ég veit ekki þegar hún fekk hlutverki í Les Miserables. Ég var svona, akkur fekk hún það? Já, hún var í þeirri. Já, og það kom svona smá partur í mig sem ég hef séð leikritið og var spennt að sjá bíómyndina. Já. Svo sá ég hún með þetta hlutverk og var með söngu og eitthvað svona, ég hefði viljað fá okkur annan. Veistu ekki hvað er við hana sem að? Ég get ekki pinpointa það. Nei, þetta er bara eitthvað við fólk. Já. Bara yfir höfuð. Já. Stundum bara er maður ekkert að tengja. Nei. Og það er bara með leikara eins og bara velnægt fólk sem heitt út á götu. En eins og með hana, það er bara, að því mér finnst hún alls ekki léleikona. Nei, alls ekki. Það er bara svona, ég var með að horfa mynd með hennum daginn sem heitir Interstellar. Já, ég sé hana og það er önnur leikun í henni þeirri mynd, sem heitir Jessica Chastain hún er svona rauðherð þú sé hana í miljómyndum Pottet ég ætla að fíla hann í botn það er ógeðslega skemmtileg leikun og góð leikuna svo Anne Hathaway í þessari mynd já, það eru bara sumir sem að maður eitthvað svona einmitt væpar ekki með nei bara fílar þá ekki, en það er að segja það allt. Þeir sem fylgjast með fótbolta fíla ekki alla fótboltamennina. 100%. Þannig að, já, minnst áhvert að við sem saman það. Já. Menn Hathaway. Ok, Devil Wears Prada. Já, 100%. Er hún svona oftar einu sinni? Já. Okay. Hún var til dæmis einu af þessu bíómyndum sem var líka alltaf inn á hana
Stötu bíó. Ok, þannig að þú varst bara alltaf að horfa á hana. Já, hún var bara alltaf í gangi og svo hef ég alveg horft á hana aftur, sko. Okay. En til þess að svara spurningun með, hvort mér finnst mikilvægt að hafa, svona kvenmenn í hárri stöðu í, bíómyndum, þá myndi ég segja, fyrir mig í dag, það skiptir ekki, auðvitað vil ég sjá þú allt það, en í dag er ég ekki að horfa á bíómyndur og hugsa, ég ætla að vera svona. En þetta var kannski mikilvægra þegar ég var 12-13 ára og maður var að, eldast og fara ákveða hver maður ætlar að vera, skilur. Sem maður lítill, maður var að horfa á, skipti ekki máli hvað það var, Teletubbies eða eitthvað, maður alltaf, ég er bleiki, ég er blái, eða maður alltaf ákveða hver maður var. Þegar maður settist niður með stelpunum og maður að horfa okkur þætti eitthvað, ég þessi, og alltaf rífast hver var hvað. Þannig að, þegar ég var yngri, já, þá var það mikilvægt, skilur. Ég myndi alveg sýna krakkar mínum ef ég ætti 13 ára stelpu Devil Wears Prada. Já, mér finnst það mjög áhörpæling. Já. Af því að þegar það kom ný Star Wars mynd út, ég veit ekki hvort þú kannski horfður ekkert Star Wars, nei. En gömlu Star Wars myndunar, þá er það alltaf með í rauninni, ok, þú ert með þess að Princess Leia, sem er mjög frægur karakter, en þú ert með svona sem aðal með geislasverðið, það verður eiginlega alltaf verið kall, það verður í gömlu myndunum. Svo koma nýja myndin núna, svona ný trilogy, það var kona. Þá varst með konu sem aðal karakterinn og hún með geislasverð. Var það sami karakter bara orðin kona? Nei, þetta er bara svona framald af öllum þessum myndum og þetta er svona saga sem spannar mörg ár. En ég hugsaði með mér að þegar ég var yngri þá var ég alltaf með þessa kalla. Alltaf með geislasverð eitthvað svona. Þannig ég pældi ekki því, ég bara, já, þessi geggjaður, ég vil vera svona. Og ég var ekkert að hugsa hvað stelpur að hugsa þetta er alltaf bara ég krakki og svo kom þessi mynd út. Og ég hafði svolítið gaman að því að fylgjast með því nú eru margir af mínum vinnum sem eiga kannski börn, eiga stelpur, gott á 10 ára eða eitthvað. Að þeim fannst svo töff að vera komið stelpa. Að vera að koma með stelpu í Star Wars. Já. Og þetta er svo magnað þegar maður kannski tekur þessu sjálfsögðu hlut. Já. Að ég gera það því ég var strákur, ég sá bara gæja með eitthvað sverð. Að sumir eru eitthvað pirraðir, mér finnst það líka rosalega skrítið. Já, bara. Mér er alveg sama að þetta er vel gert. Já. Það er bara nákvæmlega. En þetta verður á vel gert. 100%. Ekki tróða einhver bara þess að tróða. Nei. En mér finnst þetta skemmtileg karakter, mér finnst hún ógeðslega góð, leikurinn sem leikur hana. Þannig að stelpur eru nú loksins konar með fyrirmynd. Í Star Wars? Í Star Wars. Já, það er geggjað. Sem er alltaf geggjað. Já. Þannig að, ég var svo núna. Já, Meryl Streep. Meryl Streep. Við blöðum svo mikið, við erum bara konar fyrir stundum. Það er bara gaman. Ok. Þetta er hvað mynd finnst þér ógeðslega skemmtileg með Meryl Streep. Ég sagði mynd sem heitir The River Wild. Ok. Veist hvað mynd það er? Hef ekki séð hana. Hún er eldgömmul. Ok. Frá 94. Hún fjallar Meryl Streep. Hún er líka svolítið töff í þeirri mynd. Ok. Þannig að ef þú fílar hann eitthvað, Meryl Streep, mælum við tjekkar á henni. Já. Þetta er spennumynd. Ok. Hún leikur svo konu sem er svona river rafting guide. Já, ok. Það er svolítið síðan ég sá hana. Ok. En ég sá hana oft í yngri. Já. Mjög svona æðisleg. Og hún er svolítið nagli í þessari mynd. Hún er svona no-nonsense kona og ekkert bara cool, hún er hetjan. Hún er ekki eins og í Devil Wears Prada sem er svona pínu villan. Og hún á fjölskyldu og þau eru að fara svona riverrafting og þau taka 2 glæpamenn upp í bátinn hjá sér. Spennandi. Kevin Bacon leikur annan glæpmannin. Ég mæli með þessari mynd. Er þetta að taka honum alvarlega? Já. Er það? Kevin Bacon? Já. Akkur tekur hann ekki alveg? Ég veit það ekki. Hugsa bara hann í hvað var það? Footloose? Hugsa bara hann í þeirri mynd? Já. Hann er búin að leika alls konar hlutverk eftir það. Svo sá ég alltaf bara þessar auglýsingar sem hann leiki. Hvað var það? Hann leiki fullt af einhverjum, voru ekki einhverjum síma-auglýsingar sem hann var bara algjör eitthvað svona, hey, it's me, Kevin Bacon. Og þú veist, þá var ég svona, ég er eftir að taka sem hann er alvarlega. Vá, þegar mín upplifun á honum er allt önnur. Vá, fyndi. Já. Það er svo gaman einmitt, hvernig leikara virka á mann. Af því að Kevin Bacon hefur leikið alls konar hlutverk og hann hefur tekið rosalega marga sjensa á sínum ferli. Hann hefur til dæmis 3 leikið barnaning. Ó, vá. Vissir þú það? Nei, ég hefði aldrei getað giska á það. Og hann var mjög samfærandi. Vá, ok. Ég verð að tjekka meira á hann, sko. Já, ég mæli með hann, af því að hann er rosalega skemmtileg leikari. Mér þykir rosalega vænt hann. Kevin Bacon, ég er búin að sjá alveg fullt af myndum sem hann leiki í. Og svo gaman að sjá einmitt, hann er með þetta range sem leikari. Ég bara vissi það ekki. Nei, ég hugsa bara Footloose og svo einhverjum síma-auglýsingar. Já, ok, það er bara svona þín reynsla af honum. Já, bara þess vegna hélt ég einmitt að hann hefði verið notaður í svona auglýsingar. Ég man einhvers var síma-auglýsingar, you get the point, þetta var bara geðveitt korni eitthvað. Og þess vegna hélt ég að hann hefði verið notaður í þannig hlutverk
að því að enginn gat tekið honum alvarlega. Eða þú meinar. Ég held að fólk verður að gera smá grín að honum. En svo kannski horfur á þessa mynd og fer bara að hlæja. Já, kannski. Ég von ekki. Nei, ég von ekki heldur. Að það er mjög góð leikari. Okay. Þannig að þetta er spennumynd, Meryl Streep. Já. Þetta er eina af mínum uppáhalds. Þetta er allan uppáhalds Meryl Streep myndi mín. Ok. Og ég hugsa þessi mynd komist á topp 100. Vá. Og ég segi 100 þegar það er svo marga myndir sem ég fíla. Já. Hún er virkilega góð. Mæli með henni, The River Wild. Okay. En þú ert þá kannski samfara kærastæðina því að hún er frá 94. Já, það verður eitthvað. Eða ég fyrir bara aftur inn í sjónvarpsherbergi. Já, segjum að fara að leika sér símanum. Ok, ég var að fara í næstu spurningu. Já. Það er nummer 5. Já. Mér varst það svolítið skemmtileg. Ok, ég man ekki fyrir þig. Já, þú ert ekki með skrifað spurningu? Nei, ok, já. Ok, manstu spurningu núna? Já. Ok. Það kemur manneskja til þín sem var aldrei horft á bíómynd áður. Já. Þetta er bara draumur, þetta er minn draumur. Ég væri til í að fá þessa manneskju til mín. Já, ok. Og hún spyrði bara, hvað er bíómynd? Hvað er það? Og ég tjekka á því. Já. Þannig að spurningin er, hvaða bíómynd myndið þú mæla með fyrir hana, þessa mannesku, til þess að horfa fyrst á? Þú ert í raun að kynna hana, þetta er manneski sem þekkir ekki það form. Bíómynd. Bara hvað er það? Ég veit að það er ekki til þannig manneska. Nei. En þú ert bara, hver er fyrsta myndin? Að þú vilt reyna að gera eitthvað svona kvikmyndanörd úr henni. Já. Hvað myndið þú sína þessari mannesku? Þetta var einn erfiðasta spurningin. Já, mér varst hún létt. Í alvörunni? Já. Nei, þetta var einn erfiðasta spurningin, sko. Ég er náttúrulega með spurningu sem ég langar svo að spyrja þig á eftir. En hún er, nei, þú myndir ekki segja sama svar við þetta og það. Ok, anyways. Sko, það myndi fara svo mikið eftir hver væri að spyrja mig. Ég þurfti að vita svona smá manneskuna til þess að geta valið réttu kategóríuna. En það er nefnilega trikkið þessu spurningu. Ég veit að þú veist ekki neitt. Já, ég vil að þú túlkir hana eins og þú vilt túlka hana. Þannig að það er ekkert rangt svar í þessu. Nei. Og þú getur sagt mig, ég sá fyrir mér að þetta er 5. kona sem var að skilja mannin sinn eða eitthvað. Þú mátt búa til eitthvað sögu, veist. Ok, þá ætlum ég að segja að það sé manneska sem kemur til mín sem þarf bara svona smá uplifting. Og þú veist, hún þarf að týna sér eitthvað staðar, kona kallskiptir máli týna sér eitthvað staðar in the moment og horfa á eitthvað sem gerir hann eða hana bara glaða. Þá sagði The Untouchables. Franska myndin. Hún er góð. Já. Hún er mjög góð. Já. Ok, þetta er gott svar. Takk. Líka því að hún er líka svolítið, þetta er svona falleg mynd. Já. Og þetta er góð saga, góða personur og það er gott samband á milli þeirra. Já, mjög. Og það er gaman að sjá að því að hann er í hjólastól. Já. Var hann ekki lamaður fyrir neðan háls? Jú, var eitthvað þannig, hann var eitthvað lamaður. Já. Og hann fær ungan svartamann þess að hjálpa sér bara með heimilistörfun. Bara allt, og hann læri svolítið inn á hvernig er að vera ungu svartu maður og hinn læri svolítið inn á hvernig er að vera ríkur maður í hjólastól. Já, því hann var hvítur, ríkur og tölvöld eldri en hann. Já, mikið eldri, já. Tók hann ekki unga svartamannin, var hann ekki eitthvað á götu? Jú, það er þannig eitthvað atrið sem hann fer með honum eitthvað út á götu, eitthvað svona, jú, mér minnar að hafa verið eitthvað þannig, hann hefur eitthvað sótt fengið þetta, svo hann farið svolítið að skoða hvaðan kemur þú. Já, og það hefur verið svolítið svona fótaka og eitthvað svona, hann með minnir. Þetta er svolítið svona góð klassísk saga. Já. Þannig að komst mér óvart. Ok, geggjað. Mjög ánægð með þetta valið þér. Geggjað. Ég valdi ekkit, jú, það er ólíkar. Ok. En grunnhugmyndin er kannski svo sama. Ok. Ég valdi mynd sem gæti spannað svolítið mikið. Já. Sniðugt. Eða kemi ykkur 13 ára til mín, kemi 60 til mín, kemi kall, kemi kona, allt þar á milli. Ég held að ef þér finnst þessi mynd leiðinleg, nú er ég með smá svona tís. Ég er alltaf með svona tís í þessu podcastóttum. Ég er hann að gera ekki að spennta fyrir titlinu. Ef þér finnst þú leiðinleg, ef þú ert bara eitthvað svona, nei, þetta er svo leiðileg mynd, þá held ég sé eitthvað að þér. Ok, ég ætla samt að vera 100% einskilin. Ef ég sé hana, þá ætla samt að segja 100% einskilin. Ég er að grínast. Ok. En þetta er bara svo sætmynd. Ok. Og þetta er rosalega góð saga, með flotta leikara, það er húmor í henni, það er sorg í henni, það er ást í henni, það er rómantík. Þetta er svona, það er allt í henni. Ok. Og þetta er Forrest Gump. Já, ok. Mjög góð mynd. Þú skilir hvað ég meina það? Já, ég skil hvað minnar, já. Ef þú hittir manneskja sem er bara ekki hata Forrest Gump. Það er mjög skrítið. Finnst þér ekki manneskja að vera svona næst í smá skrítin? Jú, bara 100%. Þetta er bara eins og þú veist, ég veit ekki. Þegar þú hatar x manneskja, skilur, það er bara eitthvað svona. Já, einmitt. Þetta er lægi hjá þér,
svo hata Jón Jónsson eitthvað sem bara alltaf glaður og eitthvað svona. Já, virðist alltaf jákvæður, glaður, hefur ekkert gert af sér. Já, bara af hvað hatar hann? Er ekki alltaf góð með þig? Já, þetta er mjög góð punktur. Og ég hugsaði það mynd, að því Tom Hanks í þessar mynd, æðislur. Og það bara eitthvað svona allt í þessar mynd. Já, alveg samlega. Það svo mörg góð atriði, þetta bara svo góð saga. Góð svona lífslesson einhvern veginn, allt sem sagt að Já, algjörlega, það viskumólar í henni. Og ég vel líka veginn það að ég hef tárast yfir þessar mynd. Það ekkert skreitið? Nei. Það nokkuð? Málið, það gerst ekki oft fyrir mig. Ekki þegar ég eitthvað voða harður. Nei. Það bara, bíómyndir ná mér kannski ekki þannig að ég sé bara eitthvað grenjandi. Ég alveg öfugt, sko. Já, ég hef lent í þessum með kærastur mína. Já. Ef hún eitthvað viðkvæm fyrir, þá hún bara, hún getur grátið bara yfir American Idol. Já, guð, líka, sko. Ég alveg þar líka, sko. 100%. Það gerist nú bara síðast, þá voru að horfa á, ég man eitthvað American Idol eða America's Got Talent. Já. Og eitthvað svona áhörðu pröfa. Já, vá. Og hún bara okkur er þetta alltaf svona sorgleg. Já. Og ég svona, ég skildi hann alveg. Já. En allavega, þannig að ég tárast ekkert oft myndum. En þegar, og þetta er spoiler fyrir Forrest Gump, ef enginn hefur séð hana, en það er hljótt allir að séð hana. Ég vona það. Ef einhver að hlusta þennan þátt, eða horfa á hann, þá hefur hann séð Forrest Gump. Ef ekki, þá bara slöktu núna, hvað svo aftur. Ítt pásu, horfa Forrest Gump og hvað aftur. En það er atriðið í kirkjugarðinum. Þegar hann stendur fram á gröfunni á Jenny. Já. Og hann byrjar að tárast, veistu að ég kom gæsa að hugsa. Já. Og hann er að tala strákið þeirra. Já. Og hann er að tala hvað hann er klár, strákurinn. Já. Af því að Forrest Gump var svo ánæður að hann skildi ekki verið hann sjálfur. Já. Ég bara veist það, ég kom gæsa að hugsa þetta. Mér langar bara heim og horfa á hann aftur núna. Þetta er svona þannig mynd. Þetta er þannig mynd. Já. Og ef þú byrjar á henni, ef hún er í sjónvarpinu, oftast, þá myndir þú bara dettur inn í hana. Já, þarna væri til siðlaust að pása ekki. Já, siðlaust er gott orð, nákvæmlega. Sorry. Ef þú horfir á Forrest Gump, og ég tala ekki með þessu atriði, og þú fær sér bara pissa eitthvað. Það verður bara skilnaði fyrir mér. Já. Bara sorry, það er ekki alltaf góð hérna, sko. Já, það er yfir rifrildi. Já. Klárlega. Þannig já, það atriði er mjög átakanlegt. Já. Að ég fann svo til með honum. Já. Og ég skildi hann svo. Samt svo fallegt eitthvað. Þetta er svo fallegt. Já. Og hann var svo ástfanginn af Jenny. Já. Að bara eitthvað... ánægð með sonin, já. Já, ánægð með sonin af því hann var ekki eins og Forrest Gump. Þetta er bara, mér bara vissi það, ég kom bara svona... Já, þetta er satt svona hlýtt í hjarta, þetta er svona gott í hjarta. Ég veit það, þetta er svona mér línaði. Já. Ok, þannig að þú varst með mjög góða mynd. Ok, ekki, þú líka. Já, takk fyrir það. Við völdum bæði í svona sætamynd. Sætamynd, já. Af því ég er ekkert að velja eitthvað hryllingsmynd. Bara ég tjekka á þessu. Nei, einmitt, og svo kemur aldrei, einmitt. Já, þetta eru svona myndir sem þú valdir og sem ég valdi. Veist það báða svona, þær virka fyrir svo marga. Þetta eru bara þannig sögur. 100%. Því ef ég kem, eins og þú sagði sjálf, þú fylgur ekki vampírmyndir til dæmis. Þá er ég ekkert að fara að sýna einhverjum einhverja vampírmynd. Einmitt. Það er meira svona specific, eitthvað sem að misjöndir fólki, hvernig smekkum er. Já, það er eitthvað, þá ertu komin í svona kategóri. Já. En þarna þarf að vera eitthvað svona einmitt, svona svolítið general sem að samt, þú veist, gerir þig glaðan eða hamingjusaman en samt getur kennt þér eitthvað. Já, og þú búin að horfa myndina, þá þeir líður vel. Vel, já. Bara þeir líður vel, þá góð mynd. Já. Ok, næsta spurning. Ok. Ég er mjög spenntur að heyra hvað það segir þarna. Já, þetta er svolítið erfitt. Þetta er nummer 6. Já. Hvaða mynd fílar þú sem er svakalega væmin? Já. Fannst þetta var erfitt? Þetta var svolítið erfitt, sko. Mér finnst þetta erfitt spurningi. Já, ég er náttúrulega fílaleg frekar margar myndir sem er væmnar, sko. Er það? Það er auðvitað um mig. Ég fíla svo fáa myndir sem eru mjög væmnar. Já. Þannig ef ég horf á væmna mynd, þá er mjög ólíklegt að ég fíla hana. Já. Það er svona, ég gerði það svolítið, þetta var test fyrir mig líka. Já. Hvað gerir þú? Ég held að, þú veist, ég reyndi að velja svona væmnustu myndina. Skilurðu? Ættum bara að vinna velun fyrir væmnustu mynd? Nei, kannski ekki. Það er alveg til marga væmna, sko, en þú veist, ég hugsaði bara svona mynd sem að ég horfði á einu sinni, svo fannst mér svo góð, þú veist, ég bara grét sýndi mömmu hana, mamma grét og svo, og ég var svona, er búin að skemma mömmu eitthvað, því hún hætti ekki að gráta. En hérna, ég skrifaði alveg niður 3, en ég samt fyrsta sem ég skrifaði var My Sister's Keeper. Hvað myndi það? Ég þekki hana. Cameron Diaz. Cameron Diaz? Já, hérna... Ég bara þekki ekki þessu mynd. Þú þekkst hann Cameron Diaz? Já, ég þekki hana. Þetta er svo sagt, hún á dætur og önnur þeirra er hérna með krabbaminn og hina ekki. Og þetta er rauninni myndir snýst eða hina sem er ekki með hana.
að því að hún var bara fædd inn í hennan heim þess að bjarga henni að það var að nota svona bone marrow eða eitthvað úr já, eitthvað svona líffæra gjafa og eitthvað, já, ok en hún var sjúklega væmin en samt góð mér er svona góð, já en ég meina myndir geta alveg verið dramatískar og sorglegar án þess að vera væmnar já, 100% ok, það er þetta að tala væm, já ok, hún var kannski meira sorgleg ok, já en þú túlkar þetta svona? Já og það er ekkert að því? Nei en ég er mjög spennt að þú sagðist að skrifa 3 ár já, ég skrifaði líka sko leið mér að heyra hina líka ok, ég skrifaði líka Volt to Remember sem sagt, vá, það líka stelpur sem var krabbamein og deyr og eitthvað Býtu, hvað myndi þetta? Ég man ekki, hvað heitir þarna aðaleikunan, Mandy Moore eða eitthvað, heitir hún ekki Mandy Moore? Jú, já, Mandy Moore hérna, hún er aðaleikunan, ég man ekki hver er gæinn en þau eitthvað svona hittast í skólanum og hún er eitthvað svona eru að æfa sig fyrir eitthvað leikrit saman hún var lúðinn, hann var töff og hérna hittast og eru að æfa sig fyrir saman í einhverju söngleikriti eða eitthvað þannig hún segir við hann eitthvað svona, já, þú veist, það er eitt ef við ætlum að fara í þetta og gera þetta saman þú mátt ekki verða ástfangin af mér hann bara, engar áhyggjur svo var hann bara ástfangin fellur fyrir henni, eins og gerist en hérna, já, það var og svo deyr hún og það er rosa sorglegt og svo líka My Girl, líka svo mynd My Girl? Já Vá, finnstu skildi segja það af því ég var núna að gefa út þátt bara í dag, nýjan og það er ég með svona lista og það var með 2 félögum mínum og ein spurningi var, hvaða myndi fengið til þess að tárast eða gráta yfir? My Girl My Girl í mér það? Já ok, geggjað, þannig að það var líka one of my, svona, já mér finnst hún geggjuð já, hún er geggjuð og spoiler fyrir My Girl, spoiler já, spoiler stoppa það er þegar Macaulay Culkin deyr já og hún er í jarðarförin hans já og hún hleypur eitthvað svona að líkistunni, minnum alveg örgulega og mér finnst það sérstaklega erfið að því hún minnir mig svo á þegar ég horfði á hana á litlu frænku mína þannig ég var bara eitthvað þetta stakk og ég fekk svona að byrja svona legatár en fyndin tilvíðin að þú séð nefna hana en mér finnst hún mjög góð, My Girl vildu þetta svara mitt? Já ég veldi mjög nýlega mynd ég sá hana bara stuttu, hún var 2018 hún er góð ég er nefnilega ekki alveg 2000 búin að sjá hana ég vona frá 2018 2 ár síðan með þess að kæristinn geta að hann geti hort á hana já, hún er ekki gömul nei hún heitir Instant Family með Mark Wahlberg nei, ég er ekki sér hana þetta er svona gríndrama hann og konans í myndinni ákveða að taka börn í fóstur vá, mér langar að sjá hana já ég hugsaði með mér, ég valdi hana getur við pásað og fórt á hana að koma ég hugsaði með mér, ef að Birta er ekki búin að sjá hana þá er þetta alveg mynd svona gana já, 100% en þetta er alveg, hún er alveg góð alls ekki léleg, hún er fyndin á köflum alveg góð brandarinni en hún er alveg svona væmin og ég er ekki að segja neitt meira af því ég vil ekki eðlingar fyrir þér en þetta snýrst náttúrulega þau taka börnin inn til sín og þau eru svolítið villingar þau gengur illa þetta er svona, og það er ein úlingsstelpa hún er erfið, þú skilur hvað já, algjörlega þannig að ég mælum að tjekkja á henni ég mun 100% gera Instant Family já, hún er góð en þú ert búið með hana þá fattar okkur í valdana ég vil ekki segja meira fyrir með næstu spurningu þetta, ég er mjög spenntur fyrir þessu svari á þér mér finnst svolítið leiðilegt að því að svara með þetta er mjög basic heldur ekki að giska á það? já en segjum fólk geta á fyrstu spurninguna spurningin er, hvaða kærustupar er svalasta kærustupar sem þú séð í bíómynd? Heldur ekki að giska á þér? Já. Ekki Twilight? Nei, ekki Twilight. Mjög basic. Þú þoldir það eitthvað sem er ekki, þannig að gasta ekki valið það. Er þetta eitthvað svona valduru í alvörinni cool par eða valduru bara eitthvað svona sætt par? Cool. Þess að stóð svalasta. Þess að sett ég líka svalasta. Já. Þetta er ekki bara eitthvað... Mörg sætt pör, sko. Já, þetta er ekki þannig. Nei. Þetta er cool par. Vistu það, mér dettur ég er bara svo fastur í mínu svari já að því fyrir mér var bara svona, það var bara eitt par já, fyrir mér var bara eitt líka já, það? Já ég er nú spennt að segja mér bara Mr. og Mrs. Smith já, þú valdi þau? já, ef við erum að tala um að vera svöl þá valdi ég þau Brad Pitt og Angelina Jolie já. Fannst þetta góð mynd? Ég man svo sem ekkert hvort mér hafi fyndist myndin eitthvað sérstaklega góð en mér fannst þau svöl já, þetta er gott svar af því að
ég dýrkaði bæði, nefnilega. Ég dýrkaði Brad Pitt og ég dýrkaði Angelina Jolie. Mér finnst bæði frábæri leikarar og mjög skemmtileg. Og þau saman í mynd, ég á fyrir vonbrigðismynd. Mér fannst hann ekki góð, en ég hef ekki séð hann í 17 ára eða eitthvað, síðan hún kom út. Mér fannst hann ekki góð, en ég get ekki sett út á þetta svar hjá þér. Nei, þetta óneitanlega svart par. Já, þau eru eitthvað svona, eru ekki leigumorðingjar sem drepa hvort annað. Veit ekki, hinn sé líka, eitthvað svona. Ok, þetta gott svar. Já. Svarið mitt, þetta kannski mynd sem var ekki séð. Nei, kannski. Ég mæli mig að horfa á hana ef þú ert ekki með sjóna. Ok. Ég valdi Alabama og Clarence og True Romance. Hefur ekki séð það. Hefur ekki séð hana? Nei. Quentin Tarantino, þú veist hvað það er? Já. Hann skrifaði þessa mynd. Ok. Hann leikst henni ekki. Ok. Hann seldi hann á sín tíma, hún er frá 93 þessu mynd. Ok. Held ég alveg örugglega. 93. Ok. Hann selur þetta handrit á sín tíma. Er það ólíkt honum, eða ekki? Jú, hann leikst ofta sjálfur sín með einn handritum. En peningur sem fekk fyrir þetta handrit fór meðal annars í Reservoir Dogs sem er í tæknilega sér fyrsta mynd sem hann leikstýrir. Já, ég skilji. Ok. Og hann er mjög ánægður með þessa mynd. Ok. Hann seldi 2 handrit. Ok. Hann seldi True Romance og mynd sem heitir Natural Born Killers með Woody Harrelson og Juliette Lewis. Það er líka svona par. Ok. En ég veist hún er ekkert spes og Tarantino er ekkert ánægður með það mynd en hann er ánægður með True Romance. Ok. Þetta er svona glæpamynd. Þú getur ímyndaðir, þú veist hvernig Tarantino myndir eru, sérstaklega kannski í gömlu. Já. Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Jackie Brown. Hún svona líkar í þeim heldur en þessum nýjum myndum. Þau eru ógeðslega cool í henni maður. Og þau eru bara kynnast í þessari mynd. Já, eru þau bæði glæpamenn eða eitthvað, eða þú veist, eða svona... Þau svona leiðast út í vafasamar hluti. Já, ok, svona Bonnie and Clyde feelingur eða eitthvað. Já, svona pínu. Ok. Og eitthvað svona, eitthvað drug deal sem fer úr skeiðis og hún þekkir ákveðna menn sem eru mjög vafasamir. Já. Og hann verður svona ástökin af henni. Þetta er svona klikkapar, skilur þau. Ok. En þau eru ógeðslega góð í henni. Christian Slater sem leikur Clarence og Patricia Arquette leikur Alabama. Ok. Hún er sérstaklega góð í henni. Ok. Ég mæli með þessar mynd. Já, mér langar að tjekka þessar mynd. Já, hún er bara, þetta er töff glæpmynd frá 93, þannig að þú ert væntanlega að horfa á hana kannski. Já, ég þarf að horfa á hana. Þú verður að fá kærastæðin til þess að breyta þessu hugafari. Ég veit það. Að fara þannig nýri í 1990. Já, ég veit það. Þetta er bara svo erfitt, sko, því að ég er búin að búa síðustu 3 ár ein erlendis og þá bara, þú veist, fannst mér bara, það var ekkert meira kósí en bara vera ein heima eftir skóla helgi og horfa á bíómyndir. Stund tók ég bara 5 bíómyndir í röð, bara eitt öllum deginum í það. Það er hún bara svo geggjað dag. Ég veit það. Þannig að mér er svona eiginlega alveg sama ef hann segir nei, það er bara, ok. Það horfður bara einn. Og stundum sko kveiki ég bara okkur sem hann segir, veit hann mun sofna og skipti. Sniðu, svona kunna á hann. Já, hann er. En myndur þú fara ein í bíó? Ég hef ekki gert það, en ég held ef það er eitthvað mynd sem mig langar ógeðislega mikið að sjá og enginn enni með mér, þá myndi ég ekki fara. Ég myndi alveg fara. Ég hef gert það ofta einu sinni. Já, var það ekki bara kósí? Mér er það æðislegt. Já. Og líka, það er svo þægilegt. Já. Af því ég bara, ef ég ætla í bíó, herru, ég vil fara á bara 2 sýningu, þá bara fer ég. Já. Ég þarf ekki að hringja einhvern. Ertu laus hérna? Klukkan 2, já. Nei, ég er ekki laus, eitthvað vesen. En þegar ég segi mömmu frá þessu, henni finnst það ekki sniðið hugmynd. Nei, hún er bara eitthvað, byrju, líður ekki skringileg bíó, þá haldur þú allir að þú eigir ekki vini eða eitthvað, þetta snýst ekkert um það. Enginn að pæli þér. Það er enginn að pæli þér. Nei. Mér fannst það bara svo fyndið að því þegar ég fer einn í bíó, þá hugsa ég oft um það sem mamma segir. Það hefur enginn áhrif á mig. Nei. Mér er alveg sama. Ég líka fer ekki í bíó til þess að hanga með vinum mínum. Nei, af því það er svo ég nefnilega finnst það svo skrítið að fólk er svona, já, gott fyrsta date í bíó. Nei. Þið talið ekkert saman. Nei. Þið kynnist ekki neitt. Nei. Svo lappið út og ert bara, mér finnst þetta gott og svo kannski segir hinn, mér finnst þetta léleg mynd og þá ertu bara, ok, við erum ekki með saman smekk. Já, ég er 100% sammálaður. Ég ætlaði samt, ándjóks, ég mun ekki sem hafa þá spurningu. Bara hvaða mynd myndur þú sína deitinu á fyrsta deiti? Já, það er góð spurning. Það er góð spurning, en hún er erfið af því að ég er sammálaður. Já. Fer ekki fyrsta deiti í bíó. Nei. En ert þú með eitthvað svona þegar þú fer í bíó? Ertu með eitthvað reglur? Nei, ég fari nefnilega bíó svona eiginlega út allan heim sko, eða skilja ekki út allan heim í Bretlandi og Bandaríkjunum sem ég bjó og þú veist, og ég pröfa að fara í bíó í Írlandi, mér finnst ógeðslega gaman að fara til útlanda að pröfa að fara í bíó. Ég er sammálaður, en það er ekki margir sammála. Nei. Áttu marga vini eða bara ættingja sem að fara í bíó erlendis? Nei. Nei, af því fólk segir alltaf, ég er ekkert að í bíó, ég get gert það heima. Já.
Þú fer samt ekki í þetta bíó heima. Nei, og þú farið ekki, þú veist, Ben & Jerry í sinn heima í bíó. Nákvæmlega. Eða getur pantaðir, skilur, eins og það sem ég var í Bandaríkjunum núna, nei, það var í Bretlandi, þú veist, þá gæti ég bara pantað mig bara basically máltíð og sest niður bara með geggjaða máltíð, það var ekki bara eitthvað nachos og pop, skilur, það var bara, veist, það fengið bara eitthvað pulsu og bara geggjaða máltíð. Einmitt. Shit, hvað það var næs. Þetta öðruvísi stemming. Já. Og það ekki hlýi í bíóum Bandaríkjunum. Nei, og ekki heldur í Bretlandi. Nei, ég held að Ísland sé eitt að fá löndum sem með hlýi. Er það að þið verðum með eitthvað styttri athyglis eitthvað, ég veit ekki. Sko, ég get sagt það, ég ætla ekki að vera röflegur svona, en ég þoli ekki hlýin. Ok. Af því ég vil ekki að kvikmyndahúsin ákveði hvenær á að klippa mynd í tvennt. Nei, já, ég skil þig. Ég vil að leikstjórinn, alveg saman hver það er, þetta er hans útgáfa sem hann eða hún vil að ég sjái. Þolið ekki. Nei. Þess að fyrir ekki hryllismyndir í bíó. Af því að hryllismyndir snúa svo mikið uppbyggingu, spennu. Já. Og svo bara kveiknandi ljósin og kemur bara eitthvað Justin Timberlake lag. Já, reyndar rétt. Ha? Ég reyndar að gera það. Ég fer á hryllismyndir í bíó af því að ég verð hræddari þar. Mér finnst það gaman. Aha. Já. En finnst þér ekki leiðilegt að kemur bara hlé, þú bara tekin á myndinni og það tekur alltaf smá tíma að byggja aftur upp spennuna. Já, sko, ef að ég er orðin mér finnst það stundupyrrandi, en ef ég er orðin það hrædd þá er ég bara svona, ok, nú get ég andað. Já, þú meinar. Og svo, smá bríðir. Já, ég fer eiginlega bara á hryllingsmyndir í bíó, sko. Aha. Já. Ég fer loft í bíó. Ég fer eiginlega aldrei hryllingsmyndir. Af því mér finnst þetta eyðileggja. Af því ég elskar hryllingsmyndir. Það næst upp á tegundin mín á bíómyndum. Hasamyndir, svo hryllingsmyndir. Okay. Að ég vil ekki eyðileggja eitthvað vanda hryllingsmynd. Nei, ég skil þig. Sem búin að eyða kannski klukkutíma í að setja upp eitthvað flott andrúmsloft, byggja eitthvað flottan heim, er að gera mér hræddan. Svo bara kippt í burtu. Já, ég skil það alveg, sko. Þessi töðan mér. Ég skil það alveg. Ég verð að segja það svona mín reglum í bíó. Ok, já. Ég svo skrítin, ég mjög skrítin. Ok, ég fylgja það. Ég hef nokkra reglur. Ok. Númer 1. Ef við færum saman í bíó, til dæmis, og svo kemur hlé. Það hljómar eins og ég klikka, ég samt segja það. Þú mátt ekki spyrja mig hvernig finnst myndin. Ok, þú mátt spyrja mig, ég er ekki dónuleg við þig, en ég myndi ekki svara þig. Það er bara að ég segir eftir. Já. Ég skal svara þessu þegar myndin er búin. Ok. Af því oft sé myndir sem er kannski fyrirlutinn og ég er bara, vá, þetta, ég hugsa mér, þetta er klikkumynd. Já, svo er endurinn hræðilegur. Já. Og ég er að búin á bíónu og ég er bara eftir draslmynd. Já. Eða öfugt. Já. Byrjar ekkert svakalega vel, en nær einhvern veginn bjargar sér síðasta klukkutíman. Já, ok, skilur. Þannig að við erum í bíó. Þú bara, hvernig finnst þér myndin? Ég get ekki svarað því. Og ef þú myndir spyrja mig, hvernig finnst þú hún að fara með hlénu? Já. Eða upp að hlénu? Hver skiptir það? Já, einmitt, það er ekki heildarmyndin. Myndin er ekki búin? Nei, einmitt. Skilur þú? Já. Þannig að það er ein regla. Númer 2, ég vil helst vera fyrstur í salin. Ok. Ég er svo klikkaður. Hvað, til þess að horfa allar auglýsingarnar? Nei. Svo ég geti valið fyrst sætin. Já, en er það ekki þannig lengur núna að þú velur sætin á netinu? Stundum, jú. Þú kaupið með okkur? En það er ekki öllum bíó. Ok. Uppáhalds bíó mitt er Egilshöll. Ok. Þeir eru ekki með númersæti. Nei, þeir eru ekki með númersæti, nei. Og ég er svo klikkaður að ég mæti mjög snemma. Okay. Allir vinir minni gera grína mér. Já. Og þetta er líka stór ástæða fyrir ég fer mjög sjaldum með kærastan minni í bíó. Já. Að ég vil ekki leggja þetta á hana. Nei. Ég vil ekki leggja þetta á greiði stelpuna að mæta bara einhvern 70 mínútum fyrir. 70 mínútum? Ja, ef þetta er stórmynd. Okay. Og ef þetta er fórsýning, þá er ég mættu allavega klukkutíma fyrir sýningu. Ok, vá. Já, sem er klikkun. Já. En þá er ég líka oftast fyrstur fyrir svona hurðina. Já. Og mér er alveg saga fólk finnst, þetta er bara reglaðið mér. Já. Og ég vil bara lappa inn í bíóið og ég er líka með ákveðin sæti. Ég veit ekki hversu persónulega ég á að vera við núna. Jú, ég er með ákveðin sæti fyrir alla sali sem ég fer í. Vá. Já, ég er með ákveðina röð. Bara í Egilshöllinni? Já, þannig að kannski, ég ætla ekki að segja fólki hver ég sitt, þá kannski stelur á sætunum. Einmitt. En kannski eins og í Egilshöll, sal 1. Já. Þá gæti sagt þér í hvað röðar sem ég sitt í. Ok, ertu sirka fyrir miðju, en neðarlega ofla? Það kemur þriðja reglunni. Ok. Þriðja reglun minn er að sitja á þeim stað þar sem ég er nógu nálagt tjaldinu til þess að sökkva inn í myndina. Já. En nógu langt frá til þess að sjá allt. Já, þú þarft ekki að færa hausinn ef að þau færast. Já, þannig að til þess að svara spurningunni, jú, það er í miðinni. Þetta er ekstra í miðinni, já. Það er bestu sætin. Já, væntanlega. En ég líka stundu skilji ekki þegar ég mæti í bíó og ég sest í miðina og kannski fólk sem bara fyrir aftan mig. Það sest bara þriðja bekk frá tjaldinu. Já, fáránlegt. Ha? Mér finnst bara ömulegt ef ég mæti eitthvað annars að ég er ekkit rosalega góð með tíma, sko. Já.
Þannig ég mæti stundum svolítið seint á sem að hluti. Ok, ekkert þú að mæta, ekkert þú einu af þeim sem mætir í bíó. Það er myndin byrjuð. Það sem að starfsfólki þarf með vasaljós. Nei. Og finna sætanda. Nei, ég er ekki það sein. Nei. En þú veist, stundum hef ég labban í bíósálarli. Ég ætti að mæta fyrr, það geta valið betur sæti. Já. Og ég get sagt þér eitt núna eina skemmtilega sögu. Ég man hvernig ég satt síðast í lélegu sæti með bíó. Ég er með fínt minni, sérstaklega stertir eitthvað bíómyndir. Já, ég heyri það. Ég fór, þetta er náttúrulega mynd sem þú kannski séð. Já. Þú talar Cameron Diaz á. Já. Ég fór 2002 í bíó á mynd sem ég valdi ekki sjálfur mynd. Ok. Ég fór blá, í gamla daga, þá voru við með svona óvissusýningar. Bíóin. En spennandi. Ég skil ekki af hverju ekki með það lengur í dag. Nei, einmitt. Þannig að þú kannski fékkst 3 myndir. Já. Og þú vissir ekki hvað myndir er sýnd. Wow. Já. Og á þessum tíma, þá var þetta 2002, þá var Star Wars, ný Star Wars mynd, 2002, Spider-Man og svo Sweetest Thing með Cameron Diaz. Hefur þú séð hana? Ég man það ekki. Ok, skipt ekki öllum máli. Nei. Ekkert spesmynd þannig. Nei. En ég hugsaði með mér, þetta lítur nokkuð safe að fara þessa sýningu. Ég er annarkvæmt að fá Spider-Man eða Star Wars. Já. Ég er annarkvæmt að Spider-Man Star Wars. Þeir eru ekki að bjóða þessum fólki og sína Sweetest Thing. Þetta var smára bíó. Ok. Og þeir gerðu það. Já. En ég mætti á þeim tíma seint. Já. Og ég og félaginn minn vorum bara í horninu, bara á fremsta bekk. Hræðilegt. Glata. Og ég ákvað bara þá, þetta mun aldrei koma aftur fyrir. Þannig, já, ég hef ekki síðan þá setið í lélu sæti í bíó. Og þetta skipt mér bara rosalega miklu máli, af því að ef ég fæ lélu sæti, þá get ég alveg sleppt að vera í bíó. Ég vil bara fá góð sæti. Ég meina, já. En það kemur alltaf mikið óvart þegar ég fyrir bíó, það er tvennt. Svo skal hægt að tala bíó og ferðina mínar. Það er tvennt sem kemur óvart. Já. Það er nummer 1 er fólk sem að velur sér léle sæti. Það er kannski komið inn í salin, það er kannski bara 4 manneskjur komur inn, en 5. manneskjur sem kemur inn, hún velur sér glata sæti. Já. Mér finnst það bara að vera glæpur. Já, þú veist, já. Fáránlegt. Þú veist að borga fyrir þetta. Já. Þú veist ekki bara heim í sófanum. Já, nákvæmlega, kanntu ekki að velja sæti. Nei, einmitt. Það er eitt. Já. Svo þoli ég ekki þegar að koma pör. Og ekkert enda kærist bara 2 vinir eða eitthvað. Já, já. Og þeir koma, myndin sín kl. 8. Þeir koma 6 mínútur yfir 8. Já. Inn í salin, ógeðslega hissa að það sé ekki góð sæti laus og báð með pop og kók. Já. Ég hugsa alltaf, okkur fór ekki annar inn og tók frá sæti. Tók frá eitt sæti. Skil það ekki. Ég ætla að spyrja þig, ef þú fyrir með kærastan hinn með vinkonum mér að vinum. Já, þá fer ég annarkvort inn, tek sæti og hinn í namuröðuna eða whatever það er. Já, 100%. Þetta er rosalega skrítið. Nei, ég fatt þetta ekki. Ég gleym ekki, það voru 2 vinir. Þeir voru báðir, þeir voru svo hissa og þeir voru kannski frumsýningar helgi á okkur í risa mynd. Við hverju bjóstu? Nákvæmlega, mættu bara fyrr. Og ef þú mæti seint, sendu vinnin inn til þess að finna sæti. Af því að þá var það annars að koma. Og ég ætla að ranta. Vinni mínir er horfað á það þegar þetta er að hlæja þess að ég dett sem vikun horra. Af því þá þarf að koma einhver starfsmæður með vasaljósið. Og hjálpa þeim. Finna einhver djöðu sæti fyrir þessa gæja og biðja fólk getur fært eitt rass. Já. Skilur. Bara nei. Pirrandi. Ég mætti hann undan, ég er ekki frá að færa minni. Já, veistu það, ég segi það. Já, ég skilða alveg. Ég mætti hérna 70 mínútur fyrir myndina til þess að fá þetta sæti. Ég er ekki frá að færa mig. Nei, nú er líka fólk örgulega ég sé algjör ast. Nei. Það skilur þetta. Já. Ok, þannig að þetta var svona mína bíóhúsareglur. Og ég man ekki sem kom talum. Nei, ég fór svo langt út úr henni. Vorum við að tala Já, kæristupar, trúðamás, mælum við henni. Fyrir minnum 8. Ok. Hvaða mynd fékk þig til að halda með aðalvondakallinum eða aðalvondukonunni? Sko, mér var þessi pínu erfið líka. Af því að ég var alveg lengi að hugsa, sko. Af því að þarna hugsaði ég bara beint þætti. Ok. Bara, og ég alveg sétt þetta að vera bíómynd. En þú mátt samt alveg svindla. Já, ég hugsaði... Þetta er ekkert alveglegu þáttur. Nei, ég hugsaði strax, sko, Game of Thrones. Hélstu með Cersei? Ég er bara gerði það smá. Hæ? Og þetta er að fara að hljóma svo ógeðslegt, bara sorry. En smá með Jeffrey á sínum tíma. Hæ? Já. Hélstu með honum? Nei, ekki með honum, en ég var svona, þú veist, ekki láta hann deyja strax, hann er svo skemmtilegur. Hann er svo góður karakter. Já. Og smá með Cersei líka, var eitthvað við hana sem ég fílaði. En þau voru vond. Ég veit að þau voru ógeðslega vond og þetta er ógeðslega ljótt af mér, ég veit ekki að segja þetta, en þú veist, I said it. Ok. Já. Vá, ég hef aldrei trúið þessu upp á þig að velja Cersei og Joffrey sem
Vildur bara þau vinna stríði? Nei, alls ekki, en þegar Jeffrey var drepinn, þá var ég bara svona fuck, ég hef viljað hafa hann lengur. Já, hann náttúrulega geggjaði karakter. Já, það var málið, hann bjóti svo mikla spennu, hann var svo, hann bjóti svo mikið, skilur, og ég var svona, ég nenni ekki að verða eitthvað basic eftir hann, skilur, fari. Og maður líka elskaði að hata hann. Það bara málið. Er það ekki svolítið spurningin, skilur, ok, ekki elska hata hann, en þú veist, sko, þú má túlka þetta svo vel túlka þetta. Þegar ég samti spurninguna, þá var ég aðalega að hugsa þú ert með eitthvað bíómynd. Já. Þú ert með góðan karakter, þú ert með vondan karakter. Og þeir eru einhverju stríði eða eitthvað. Bara hvor vilt að vinna myndina? Hvor vilt að lifa myndina? Já, ég skilja. Hvor vilt að vinni stríðið eða baráttuna eða hvað sem það er? Já, ég skrifa líka alveg bíómynd, sko. Hvað skrifaði? Skrifaði reyndar 2 bíómyndin yfir. Ok, hvað er með það? Báðar með Leonardo DiCaprio. Ok. Og þetta ekki, hann ekki eitthvað rosa vondu gæi. Jú, hann það. En þú veist, Wolf of Wall Street. Það er gott svar. Já, hélt alveg með honum. Ok. Þú neldi þetta. Ok. Af því að hann er algjör, hann er bastarur í þeirri. Já, hann er það nefnilega. En þú fílar hann, skilur við. Já, vá, ég hef kannski vel að segja það líka. Já, og svo skrifa ég líka, sko, Catch Me If You Can. Góð svör. Já. Það er rétt sér, hann er vondikallin í þeirri mynd. Já. Þó að sé ekki eitthvað illmenni. Nei, hann er ekki það. Hann er samt vondikallin. Já. Þetta voru svona, en fyrst komu upp, þess að 100% skilja var Game of Thrones, en svo kom þess að 2. Veistu það? Ég er rosalega annað með þessu svör. Ekki? Jú. Kekja. Og ég er bara svona smá pirraður að mér þetta ekki í hug. Ég var of mikið að fókusa á, reynda valdi ég ekki, jú, hann er morðingi. Ok. En hann er ekki eitthvað svona, þetta er ekki Hannibal Lecter eða Freddy Krueger, þetta er ekki þannig típa. En ég nú var svo fókusaður á vondakallin. Já. Alveg bara svona vonda. Mér þetta ekki í hug Jordan Belfort karakterinn í Wolf of Wall Street eða Catch Me If You Can. Nei. Man ekki hvað hann heitir, svo gæði. Nei, man ekki heldur. En mér dætti ekki svoleiðis í hug. Nei. Þetta er mjög góð svör. Þetta er rétt sér. Þeir eru þetta er vondikallin. Já, þeir eru vondir. En þú heldur með þeim? Já. Ég held alveg með honum í Catch Me If You Can. Já, ég líka. Og líka 100%. Smá með honum í Wolf of Wall Street. Ég líka. En hann var samt hann var óþokki. Algjör fáviti. En hann var að ræna fólki. Já, algjör fíbl. Ok. Hvað sagði þú? Ég valdi hennar mynd. Málega, ég er búin að taka nokkra svona spurninga þætti. Ok. Svona kvikmynda áskoruna þætti. Og ég er svona að reyna að velja ekki sömmyndir. Ok. En ég bara varð að svindla og velja þessa mynd. Ok. Af því hún er svo geðveik. Spennt. Og þú ert þá með löggu og bóa, eða hann er svona þjófur. Ok. Bankaræningi, svona aðalega. Og það er Heat með Al Pacino og Robert De Niro. Hefur ekki séð hana? Nei. Veistu það? Ég öfundaði svo. Er það? Já. Ok, þá langum við. Þegar fólk sér ég öfundaði að vera ekki búin að sjá, þá verði ég að sjá. En þetta er glæpmynd. Ok. En þetta er samt svona, hún er frá 95. Þetta er svona góð saga. Já. Hún er svolítið löng, tæpið 3 tímar. Já, harðslega. En þú ert með Al Pacino. Já. Og þú ert með Robert De Niro. Já. Þetta er í fyrsta skipti sem þeir leika á móti hver öðrum í bíómynd. Ok. Og það er alveg svolítið stórt mál. Það er svolítið iconic. Já. Og þeir eru báði góðurinni. Robert De Niro er samt á öðru leveli. Já. Hann leikur ræningjan. Já. Þannig að ég segi, hann myrði fólk í þessari mynd. Já. Ég er ekki að spóla hennu. Nei. Þú sér það heila bara strax fyrir myndarinnar. En þrátt fyrir það, þá hélt ég með honum. Ég hélt ekki með löggunni sem var Al Pacino. Ég skil þig. Þannig að þú verður að tjekka þessari mynd. Já. Og þú er ekkert svona horfa, ef ég má velja eina mynd á þessu lista sem þú verður að tjekka á, þá er það Heat. Heat, ok. Og næst þegar hitti næst gegn pressa. Já, þú verður bara að horfa hana bara núna helgina. Já. Þá er ég til að spyrja, hvernig fannst hún? Ok. Að ég var geðveikt spenntur að heyra. Þetta er svo töff mynd. Já. Hún er bara, hún er geðveik. Og kæristinn myndi líka fíluna. Já, ég strappa niður bara. Já, verður að gera. Ok. Fyrir mig spurningu 9. Ok. Ég er mjög spenntur að heyra hvað sagði það. Já. Þetta var svona meira svona joke spurning, svona létt spurning. Já. En hafa mjög öllur með þessu. En ég svindlaði, ég gerði 2. Ok, það er svona, ég er búin að svindla svo ógisloft. Já, ég gerði þetta 1 kall og 1 konu. Ok. Hvaða kvikmyndastjörnu væri þú til að gera podcast með? Ok, ég ætla bara að segja, þetta er skrifa niður á blaði. Ég er ekki að stela því sem þú sagðir áðan, að við tölum hana áðan. Þannig að fyrst ég var alveg svona, þú sagði, ég er svona, á ég að segja að þetta sé svarið mitt við spurningu 9, en ég gerði það ekki. Hvað það segja? Jennifer Lawrence. Já, hún er pick 2 hjá mér. Er það? Hún er bara svo fyndin. Bara, skemmtileg, fyndin, bara mikið líf og fjör í henni,
vá, margir leikarar eru þungir og svona alvarlegir og erfiðir og stjörnustælar og ég bara þekki hann ekki neitt en þú veist, mér finnst þess að hún hafi ekkert að því. Djöðlir sammálaðir. Ekki. En ég er svona smá skotin í líka. Já. Skilurðu? Og að ég gagginniður og sætt stelpa og hún er bara svona hress. Já. Og mér finnst hæfileikar mjög aðlaðandi. Já. Og hún er úrslega góð leikona. 100%. Þannig fyrir mér er svona allur bakkinn. Og vá, þetta er sama ég gerði. En ég gerði líka eitt kall. Já, hvað kall gerði þú? Og það var svona fyrsta pikk hjá mér. Ok. Að ég hugsa mér langar að velja hennar konu og eitt kall. Já. Þetta er fólk sem dætti hug. Mér dætti fyrst Gaurinn í hug og svo Jennifer Lawrence. Það er Hugh Jackman. Ok. Ástæður ég valdi hann. Þú þekkir hann alveg. Já. Það veist hvað það er. Hefur eitthvað heyrt, þú sé myndirnar hans. Já. En veistu eitthvað hvernig hann er í alvörinni? Nei, ég held ekki. Hann er bara helvítið fín. Já. Nú hljóma þess að ég þekki ekki persónulega. Nei. Þetta er bara maður, hann er búinn að vera giftur sem konu í 1.000.000 ár. Já, ok. Og hann er rosalega góð dansari. Ok. Hann er rosalega góð söngvari. Ok, þegar ég segir rosalega góð söngvari, ég er ekkert að tala um að sé eitthvað Justin Timberlake eða Adele, er ekkert þannig góð söngvari. Hann kann að syngja, hann kann að dansa, hann er mjög hæfileikari ykkur, rosalega góð leikari og hann er alltaf hress. Vá, ég fíla það. Já, ekki kannski endalega í bíómyndunum. Nei. Hann leikur oft alvarleg dramatísk hlutverk. En maður gleymi í stundum að hann er helvítið hress. Já. Þannig ég sá fyrir mér að ég og hann getur gert kannski skemmtilegt podcast. Algjörlega. Eða ég og Jennifer Lawrence. Já, eða það, 100%. Af því hún líka hress. Ég veit ekki hvort hún getur sungið að dansa eins og Hugh Jackman. Hún alltaf, þú veist, hún var að dansa í Silver Lining Playbook, en þar áttu að dansa frekar illa hana, I don't know. Já, mitt. Og líka þá ertu líka að læra bara eitthvað svona koreografi fyrir myndina. En hún, Ég held bara Hugh Jackman, ef hann myndi koma inn núna, þá held ég að geta tekið bara dansspor. Í alveg, ég held þetta þannig. Hann er heldur góður. Mér finnst þetta bara leikarar hafa svolítið svona, þú veist, ég þekki þetta smá því að eldri bróðir minn er leikari. Þannig að ég, þú veist, svona... Veitu, hver er það? Aron Már Ólafsson. Já, Aron Móla. Já, það er bróðurinn. Já, hann er leikari. Já, þannig að hvernig fílar hann það? Að vera leikari við höfuð? Hann elskar það, sko. En mér finnst hann einmitt hafa bara svona, sko, þú veist, svona... Ef það verið að setja í bolla, þú veist, hæfileikan okkar, þá hefur ég mist könnuna og honum og bara gleymt mér. Þú veist bara engan hæfileika. Já, þetta er bara svona, hann þarf okkur að syngja og dansa, þú bara ert að grína, skilju. En leikarar er oft þannig, oft bara svona hæfileika búnt. Já, en svo líka, til þess að verja þig aðeins, þú varst að útskrifaðast úr, þú þarfst hæfileika til að gera það. Já, algjörlega. Markaðsfræði. Já. En maður segir svona... Ég er ekki búin að því. Já, sumir eru, mann finnst þetta bara svona ósanngjarnt. Já, það er bara svolítið þannig, sko. Eins og til dæmis, mér dettur einn í hug. Já. Justin Timberlake. Já. Ok, þú ert með gæja. Hann er ekki ljótur. Nei. Skilur, þetta er myndalegu gaur. Já. Og hann er dansari. Já. Og hann er töff dansari. Já. Og hann er söngvari. Já. Hann er ógeðslega hæfileikari ykkur þar. Já. En svo er líka bara drullu góða leikari. Ég veit það. Það er ekkert sanngjarnt. Nei, ég veit það. Þetta er svolítið svona svoleiðis. Þetta er svolítið svona, þannig að Aron er bara góður í öllu. Já, ég vona að hlusta ekki á þetta. Já, hann verður að hlusta á þetta. Ég nenni ekki að gefa hann það ego. Hann svolítið ego eða? Ég vil bara geta verið eitthvað kryddaða meira, skilur. Nei, ég segi svona, ég hef alveg oft, skilur, verið bara svona vákar og ósakett, þú veist. En maður hugsa svona um leikara, en þetta er aðeins erfið að þetta er bróðinn, sko. En auðvitað maður alltaf bara 1000 sinnum stoltari, skilur, og maður bara, wow, bara geðveikt. En þú veist, það er bara stundum hvernig, þú veist, maður er að mæta á svona söngsýningar hjá honum, þú veist, úr Listaháskóla Íslands þegar hann var í þeim, þegar hann var að klára það þá var alltaf með, þú veist, árlega voruð með svona einhverja söngsýningu og þau þurftu líka að æfa söngin og þá var ég stundum bara, Bíddu, hann er svo góð söngari. Já. Ekki segja hann einhvern að dansa líka? Jú, hann er mjög fínn að dansa, sko. Er ekki að djóka? Nei, þetta er bara, og svo er, þú veist, er hann ógeðslega fyndinn og skemmtilegur og svona, þú veist. Hann er bara Mr. Perfect. Nei, hann hefur svona galla, sko. Ég ætla ekki að gefa hann Mr. Perfect stimpil, en þú veist, en hann er mjög skemmtilegur, sko. Já, ok. Þetta er nefnilega, sumir eru svona. Já. Þetta er ótrúlegt. Já. Þeir fá bara Jamie Foxx, annar. Já, hann er svolítið svona. Já. Hann er bara eitthvað svona, hann er grínisti, hann er ógeðslega fyndinn, svo bara geggjaði leikari, svo hefur hann bara eitthvað lög með hann líka. Já, vá. Hann er bara að syngja og... Ég bara skil hann ekki. Nei, þetta er svo og hann er myndalur. Já. Og hann er töff. Og maður er bara eitthvað svona, ef ekki að stoppa þess. Já. Ég sé þess að þú, held bara svona, hefur könnu. Já, bara megum við hinn fá. Já, megum við fá smá. Við erum líka þyrst, sko. Já, ég kann ekki syngja, ég kann ekki dansa. Nei, ég kann ekki dansa. Nei, þannig að þetta er bara svona, okkur má ég ekki fá eitthvað, ég get alveg örugglega ekki leikið. Þannig að já,
Við get fúl núna. Já. Ok, ekki bara klára það? Jú. Síðasta spurning. Já. Númer 10. Mér var svolítið skemmtilega þessi. Já. Fannst það ekki skemmtilega? Mjög skemmtilega. Mér finnst svarið mitt vera svo basic og ég er svona, það er ógeðslega basic ef ég segi þetta. Ok, en basic svör þýða ekkert endilega þessu léleg. Nei, ég veit það. Þannig að, já. Spurningin er, ef þú verið dæmt í lífstíðar fangelsi og mætti taka með eina bíómynd til þess að horfa á. Þetta er bara, þú ert að horfa á hana, þú ert ekkert að sleppa út. Nei. Og þú færði ekkert einhverjar, þú ert ekkert líka með fullt af bókum til að lesa. Nei. Þú færði ekkert einhverjar sjónvarpsþætti, það er bara þessi mynd. Ég túlka allan þannig. Já. Hvaða bíómynd myndið þú velja til að taka með í lífstíðar fangelsi? Ég sagði, The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption? Já. Ok. Að ég hugsaði, ég get hort á þessa mynd. A, reynda að halda í vonina. B, reynda að læra að flýja. Mjög gott svar. Já. Mjög gott svar. Ég hugsaði það svolítið. Ok. Og ég hugsaði þessa mynd líka. Ok. Þannig að þeirra rétt sér, það er verið að halda í vonina. Og það er alltaf bara, það er fullkomin bíómynd. Já, þú þarft eitthvað þannig, sko. Hún er bara fullkomin. Já. Mér finnst ég samt að valja líka þannig mynd. Ok. En ástæður ég valdi ekki Shawshank. Ok. Af því mér datt hún í hug. Já. En ég fór að hugsa, ef maður er í fangelsi, viltu líka vera að horfa á fangelsi. Skilur mig? Já, vá. Þú veist, myndi maður missa viti bara. Það er þetta rosalega góð punktur. Bara ég er að horfa á rimla, svo snýrið þér á sjónvarpinu og það er rimlar og það er rimla þar. Já, fuck. Það er alveg smá rétt, sko. Damn. Þannig að þú kannski þú myndir bara, ef þú verið dæmd í fangelsi og þú myndir hugsa hana podcast þátt. Við gefum okkur það, þú verið dæmd ekki í fangelsi og þá erum við að taka manna það. Já. Þá verður þú bara eitthvað, shit, nú veit ég hvað Hafsteinn er að tala um. Já, það getur verið. Ég vil ekkert horfa á rimla allan daginn. Nei. En þetta er ógeðslega góð mynd. Já. Falleg saga líka. Ég valdi aðra mynd. Ok. Ég valdi ekki fangelsismynd. Nei, ok. Ég vildi nefnilega velja einhverja mynd sem er svolítið eins og Shawshank. Sem ég veist vera svona næstu fullkomin. Ok. Og sem ég er næstu alltaf í stuðu fyrir hana. Ok. En hún er kannski svona á köflum þung. Ok. Ég þetta aldrei sett að þetta var þungmynd. Ok. Það er Braveheart. Vá. Það er enda ógeðslega góð mynd líka. Já. Vá. Geggjað. Ástæðan ég valdi hana er, ég finnst það sem bara frábær mynd. Já. Og mér finnst hún, ég er búin að pæla mikið í henni, ég sé enga galla. Nei. Vel skrifuð, geggjum tónlist, það er hasar í henni, það er blóð í henni, það er ást í henni, það er rómatík, hún er líka fyndin á köflum, það er bara einhvern allt í henni. Já. Og ég hugsaði með mér, ef ég var í fangelsi, þá væri ég til í að sjá eina mynd sem inniheldur þetta allt. Inniheldur þetta allt. Já. Og William Wallace, karakter sem var Mel Gibson leikur, hann er sem mikil hetja, hann er sem mikil leiðtogi, að hann, og bara ræðan hans, sem hann kemur svona svaka, þetta er þekkt ræði í dag. Já, einmitt. Við hermennina sína, þetta er svona innblástur, peppaðu upp. Þessi ræða gæti örugglega hjálpa mér í gegnum erfiða tíma í fangelsi. Gæti verið kapna vatninu hérna. Gæti verið hvetjandi. Já, en hvernig finnst þið mitt val? Mjög gott. Ok. Mjög gott. Þetta er svona, hvað sagði ég þetta ekki? Já, ef þú þyrftir að velja núna aftur, gæti ég seltir það að velja fyrir eitthvað Braveheart? Já. Aha. Eftir rökin með sko rimlana. 100%. Ég fór svona pæli í þessu, þetta var svona að velja fangilsmynd, við erum í fangilsi. Þetta er lókslega góð punktur, sko. Já. Þetta er það, sko. En svo verði ég að spyrja. Varstu með svona auka spurningar með mér? Já, og mér datt hana svona smá í hug, bara þú veist, þegar vorum að spjalla. Var ekki búin að vera, þú veist, hugsa hana áður en í þannig. Ok. Er það erfið spurning? Nei, ég veit ekki, við fórum bara að tala á, þú veist, við erum aðeins búin að koma inn á það. En hvaða mynd myndið þú óska, þú hafðir ekki séð? Og ég veit þú sagðir hít á þann, en er einhver önnur sem þú ert bara svona, ég vildi aldrei sé þessa mynd og ég geti hort á hann aftur. Já. Hver? Ég er nefnilega, að ég er svo mikið nörd. Já. Ég er búin að pæla þetta svona dóti. Já. Og þegar ég elska að segja mér eitthvað svona spurningar. Það er ekki allir sem þú nennir sem, ég finnst það ógeðslega gaman. Já. Og þetta er góð spurning. Ok. Og ég er nefnilega, þetta er svona spurning, að ég samdi fullt af spurningum. Já. Að ég ætla að gera margar svona þætti. Já. Og ég er kannski með 50 spurningar sem ég hef ekki notað. Einmitt. Ein af þeim, ég nokkuð sem ég sé ekki búin að setja núna í, held ég, spurningu þátt hjá mér. Ok. En það er þessi spurning sem þú ert með. Ok. Þannig ég hef pælt í þessu. Ok. Og sko ástæðan okkur ég spyr þig er bara að því þegar fólk segir þetta og tekið það mikið markað, þú myndir ekki segja þetta, þú myndir ekki segja þetta um hvað mynd sem er sko. Nei, það er rétt sér. Þannig að myndir sem þú átt eftir að koma til með að segja eins og hít, ég mun horfa.
og svo ef mér finnst léleg þá ég bara, Hafsteinn Ég held ég finnst hún aldrei léleg Nei Ok, en áður en ég svara ert þú með svar við spurningunni? Fyrir þig persónulega? Já, ég er með svona ég er með svona 2 svör Ok, auðvitað gæti ég nefnt fullt af myndum Já Því ég elska bíómyndir svo mikið að það er alveg bara ég get verið að tala upp strax 100 myndir sem ég var til að eyða bara sjá upp á nýtt og líka því að, sem er kannski galli stundum en þetta er svo kærist mín hún gleymir oft myndum Þannig ég kannski spyr henni, ef hún horfði þessa mynd hún bara, ég helst mér að sjá hana en það skiptir ekki máli hún oftar að njóta þess að horfa aftur á hana að því hún maður lítið eftir henni Ég er líka henni með sumarbíómyndir en það væri aldrei við þessar sem að myndi falla undir þessa spurningu Ok, fattur ekki að minna? Ég fattur hvað við En ég er ekki þannig, ég man ofta svolítið vel eftir bíómyndum og ég líka horfa svo oft á bíómyndir Ef það er eitthvað mynd sem ég fíla þá horfa ég á hana oft að því ég er svo mikið áhuga á bíómyndum yfir höfuð að ég er oft svona að rýna í þær og ef mér finnst mynd skemmtileg, ákveð svona skemmtileg ef mér finnst eitthvað mynd töff, ákveð svona töff líka því ég vil skrifa líka bíómyndir sjálfur Myndi sem ég myndi segja sem ég var til að eyða minni bara alveg og sjá upp á nýtt það er uppáhaldsmyndin mín sem er The Matrix Hún inniheldur allt sem ég leitaði í bíómynd En hvað finnst þið þá nýjustu frétnar hana að leikstjóranir ekki systurnar Jó, í dag er það systur, já að þær bara, ég var að hlusta á þetta bara í útvarpinu daginn en þær segja að Matrix er bara fyrstu myndunar að þetta snúist það að vera trans vera fastur í líkama sem að Góð spurning, þetta er góð umræða Ég vissi þetta ekki ég myndi þetta ekki til huga til sámyndina En ég veit að sumur hafa núna og þeir hafa ekkert á móti trans en þeir hafa móðgast yfir því að söguþræði uppáld myndin þeirra hafa verið breytt Ok, ég er alveg með ákveðnar skoðanir með þetta Númer 1 er þegar ég kynnist bræðrum, þetta eru bræður á þeim tíma þegar ég kynnist Matrix, kynnist svolítið þeim að ég horfi líka svo mikið á sérstaklega sem fyrir Matrix making of ég kannski horfa á fleiri klukktíma að viðtölu við þá 2 á þeim tíma og bara germyndarinnar, leikararnir, allt þetta ég ber rosalega mikla virðingu fyrir þessum systrum í dag að því að mér finnst þær vera rosalegir snillingar mér finnst það bara snillingar og það er ekki bara út af Matrix það er bara út af því bara hvernig myndir þær hafa gert Hafa þær gert fleiri myndir en Matrix? Já, gerðu 3 reynda 2 og 3 voru ekkert spes smá vonbrigði en Ertu að tala um Matrix 1 eða ertu að tala um aðra myndir? Já, sko bara allt sem það hafa gert það er aðalega Matrix sem er ólega á mér en svo gerða þær svona fjölskyldumynd sem heitir Speed Racer sem er, kannski ekki sem þólan ekki en mér finnst það geggjuð þetta er eiginlega bara svona leikinn teiknumynd og þær eru svo góðar í því svo veit ég hvort ég að segja þær í dag en þegar þær gerðu myndina þá voru það þeir en ég held að sé réttast að segja þær þegar þær gerðu þessa myndir eins og með Speed Racer mér finnst hún flott fjölskyldumynd og þetta er svo miklu listakonur, listamenn og svo gerða líka eina mynd sem ég elska sem margir hata en mér finnst hún algjört mistarverk og það er mynd sem heitir Cloud Atlas og hún er bara einhvern 3 tíma episk mynd sem fjallar um bara endurhólkun líf eftir dauðan hvernig við tengjumst öll þetta er æðisleg mynd bara ég dýrka hana þannig ég ber rosalega mikla virðingu fyrir því sem þær gera þegar ég frétti þetta að bara þetta fjallar trans að vera transgender og eitthvað þetta breytir ekkert minni upplifun á Matrix Nei, einmitt. Mér finnst alveg gaman, Þú dúlkar hana bara. Já, og þær er að segja þetta, eða allavega önnöðar, ég veit ekki hvort það eru báðar, önnöðar að segja þetta. Og mér finnst þetta cool vinkill á Matrix. Mér finnst alveg gaman, næstur ég horfa á Matrix, ég ætla að sjá hana svo oft í kannutuna, en næstur ég horfa á hana, þá mun ég kannski horfa á hana þess öðruvísi, en hún breytir ekkert myndinni fyrir mér. Nei, ég skil þig. Skilur, þetta er ennþá uppáhaldsmyndin mín. En talandi þær, félagi minn, að þær komu til Íslands. Þær voru að taka eitthvað upp fyrir þætti sem voru að gera. Og hann, þetta er svo fyndið, ég er að tala við hann í síma. Þegar hann segir alltaf félagi minn, hann er labbanum við bara lögin eða eitthvað. Hann segir bara ekki að djóka. Ég var að labba fram hjá Wachowski
systur. Nei. Og ég bara, ertu ekki að djóka? Settist þú ekki bara út í bíl og brunaður? Ok, ég reyndar ekki. Nei, ok. Ég vil líka, þegar svona fólk kemur, já, verið það þeirra space. Já, mér finnst alveg cool að geta komið til Íslands og geta verið svolítið í friði. Já. En ef ég ætti að nefna eitthvað top 5 manneskjur sem ég væri til að hitta, þá þær mjög ofalega. Vá, ok. Af því mér finnst það bara, þær heilan þeim, starfa bara allt öðruvísi. 100%. Eins og í sambandi við kveikmyndagerð, list. Já. Hann skeitur ekki skrifa þetta, skilur. Nei. Það bara þannig. Þannig ég bara dýrka alltaf að gera í rauninni. Já, það Matrix. Hvað þér? Sko, ég með nokkrar, en fyrst myndi ég örugglega segja, ef ég var til að eyða ykkur og bara sjá hana aftur, er 12 Years a Slave. Ég hef ekki séð hana. Ok, þá verður þú að sjá hana. En hún ekki svona þung? Mjög þung. Ok, en góð? En góð. Okay. Og þetta svona mynd sem ég bara svona, hvort hún sé ekki alveg líka bara 3 tíma, og hún frekar löng, sko. Og maður varð bara svona aktóa, skilur. Já, þetta þrælaði ekki? Jú, sérst bara svartan mann sem þú veist, var bara í ágæti lífi, sko. Og síðan bara eitthvað svona, þú veist. Bara tekin? Já, nánast. Nú þetta þannig? Já. Og gerður á þræli, bara seldur eða eitthvað? Já. Ok. Þannig að þú svolítið, þú veist, hann veit þetta á ekki vera svona. Ég þarf að segja þessa? Já, 100%. Silver Linings Playbook, þessa, klárlega. Já. Þetta svona eina sem myndum, ég er alltaf leiðin að sjá hana. Já. Svo bara einhvern veginn, horfði bara Matrix. Já. Það verður að sjá hana. Svo myndin The Room. Ertu að tala með Brie Larson? Ég man ekki. Er hún með barnið sitt í herbyggju? Já. Ég kendi sér hana. Ok, þetta var einu myndin sem ég kveikti á og Gunnar var hlýna mér og hann sofnaði og ég bara, þegar maður búin, ég íhugaði, þú veist, á ég spila hann aftur. Þú veist, ég var bara, má ég fá að horfa þetta aftur? Þetta var bara geggjað. Þetta er þannig mynd. Svo líka, og núna mann ég ekki, þetta er bara því ég seti hérna og er að segja þetta. Okay. Nú mann ég ekki nafnið á henni, en það myndir með Angelina Jolie þar sem barninu hennar er stólið. Hún heitir Changeling, já. Hún er geðveik. Hún er geðveik. Já. Ég bara man ekki því ég sá hana. Ég man flestar bíóferðir sem skríti kannski. Ég man því fór hann í bíó. Sá hann í Laugarásbíó. Vá, sást hann í bíó en heppin. Ég sá hann í bíó. Og ég man að ég var ekkert brjálasta spenntur. Nei. Ef ég fyrir bíó þá er ég alltaf spenntur. En ég fíla hann sem Jolie, Clint Eastwood leikstýrinni, ég fíla hann. Já. Og þetta er eitthvað svona periodmynd og ég er bara svona, ok, ég verði að tjekka á henni og ég held nefnilega ég hef ekki búin að sjá trailerin. Ég vissi ekkert hvað hann var. Ég horf ekki trailerra, sko. Já, ég er nefnilega elskað trailera. Wow. Oftast. Já. En þeir eiga líka oft myndir. Já, þeir algjörlega. Ég veit það. Ef ég fyrir bíó þá bara, eitthvað svona þessa mynd, í svona C-kategóriuna, fyrir á hana, ég horf ekki trailerin. Nei, ég öfunda þig. Þetta er mín bölvun af því ég er kveikmyndaáhugaður og mér finnst ekki gaman að sjá hvernig traileru klippti saman og svona hvað að selja mér. Ég þólast ekki reiðilegi myndir. Nei. En ég var ekki búin að trailer þessa mynd. Okay. Ég nokkuð sem það. Já. Og ég fór hann í bíó. Já. Og þar lenti ég eins og þú varst að lýsa, bara eitthvað svona límdu skjáin. Þarna ég bara límdu í tjaldið. Mér varst það bara svo geggjuð saga. Geggjuð. Og hún bara einhvern veginn svona magnast, svo fer hún á allt öðru slóðir. En þú hélst. Og á þess að fara út í einhver spoilera, hún verður alveg frekar gróf mjög. Og ógeðsleg. Já. Og maður er bara eitthvað, shit, hvað er ég að horfa á? Ég veit það. Og hún er geggjuð í henni. Hún er geggjuð í henni. Já. Ógeðslega góð. Já, þú myndi velja hana. Líka. Þessi, ég með þess að, svo er ein myndi viðbót sem er líka svona ógeðslega góð, en ég man ekki hvað hann heitir þarna þú veist, þegar þeim einhverjum krökkum er stúlið og svo finnast þau þarna eitthvað svona undir jörðinni heima hjá okkur manni. Guð, hvað ég man ekki hvað hann fokkin heitir, en hún er ógeðslega góð. Það tala um Prisoners? Já, Prisoners. Prisoners, já. Vá, þú veist, sjáðu, bara, þetta er allt alveg út mér. Hún líka. Hún er geggjuð. Það er Hugh Jackman. Já. Og hann er geggjaður í henni. Já. Það er líka Jake Gyllenhaal. Hvernig fílar hann? Mér finnst hann góður, mjög góður. Hann er ógeðslega góður leikari maður. Já. Hann er líka búin að vera góður alveg frá því að hann var svolítið ungur. Já. Alveg bara í dag. Mér finnst það svo gaman. Bara eins og með Leonardo. Já, einmitt. Eitthvað sem byrjar svona fyrir eitthvað ungur og síðan bara, þá sér líka bara að þetta fólk, það bara fættist þess að leika. Einmitt. Bara heldur sér, alltaf góð. Já. Herru, þá bara ógeðslega gaman að fá þig. Já, við getum bara verið hérna, ég veit ekki hvað er búin að vera. Já, við erum búin að vera svolítið lengi hérna. En ég hugsa að við erum að slúta þessu. Já. Við erum mögulega nálgast allavega 90 mínútur. Vá. Heldur það ekki? Jú, ég veist ekki, ég gæti tala svo mikið um bíómyndir, sko. Nei, það er alveg málið. Flestir halda það. Já. Bara eitthvað,
þess að ég hef alveg spurt fólk nei, ég hef ekkert að segja það er bara ekki satt nei. Það er alveg að tala þá má sér ekki að fara að rýna alveg djúpt í alla myndir nei, einmitt það er bara gana spjallamyndir algjörlega, 100% sammála takk hérlega fyrir að koma já, takk fyrir að fá mig mér finnst það ógeðslega gaman og bara kannski gera eitthvað aftur seinna ég er 100% til ég, sko þá getur ég tekið eitthvað annan vingil á þetta já, þá kannski velja okkur mynd þú kannski velur eina mynd, ég vel eina mynd þú kannski 2 myndir, 2-3 myndir það er geðið gaman og þá þarf ég að horfa hana og kannski eitthvað svona mynd sem ég hef ekki séð það er mjög gaman og svo erum bara að tala þessar myndir í það það er mjög skemmtilegt mjög gaman takk fyrir komuna já, takk fyrir að fá mig bye